Ég haft dimmt. Það gilsar nota. Og hoppa hérna. Og hoppa. Valur. Þetta geðveikt. Vá, þetta rosalegt stemmingslag maður. Sjá Mike taka þessu. Það var rosa stemning í þessu. Pældi einu samt, það var á 60 aldri og fá bara þetta forréttindi að fá að vera hérna á laugardagsmorgni og vera í góðri bongo. Já, ég bjóst einmitt í því ég var svona 15-16 ára að hef ég að drikkjuferilinn að maður verið hérna með þér 50 og tekja ára gæja sem að var að vinna 10-12-0 aðra hver helgi í fótboltanum. Ég bjóst ekki við. Þetta erfiðu bit að kynkja að, þú veist, þú erfiðu frekar til að vera bara... Nei, ég var ekki til að vera neinstæðar vera bara á þingi eða? Mike á þing? Það gæti reynda tekið við að Þorgerður Katurinu kannski, þú veist, og vinnan eru unnin. En ég ætla að segja eitt hérna, mennur að strax konur hérna hvaða bolli mörg auðlýsingarlíu á X-inu. Það strax komið, byrja að skjóta. Kaffibolli mættur. Já, það gott, kaffibolli. Þessi helviti góð. Segðu mér eitt hérna, Hjammi, segðu mér eitt. Hvernig getur verið skráður á X-inu 10-2 og svo alltaf skráður líka í sporthúsinu með padel kl. 11. Mike, þú ert að vera svo kilsa. Það alltaf sama. Svo er padel kl. 11 í sporthúsinu. Hvernig þetta hægt? Þú ert ekki alltaf að segja þurfa að hreyfa mig. Ég að reyna að gera eitthvað. Ég heyrði henni bleitt, ógeðslega fyndið. Og eins og sagðist það að fara einmitt í padel og kemur hann í padel og padelstöður, þeir eru með X í gangi. Hvernig er þetta hægt? Hann er allavega mættur hérna. Ég klappa fyrir því. Hann er möguleg í padel samt núna sko. Það er einhver frændið minn. Það er ótrúlegt sko, hvernig mann leika á kerfið í svona þegar... Mækari, velkomin, Sindri, velkomin, Bolli, velkomin og það er ég með eitt fúlan á bekknum. Yngsti fór á bekkin og það refsónum. Það er bara svona, þú veist, ég vissi að, sérðu, hann er hann. Þetta minnir á takta á Mourinho og Beck er besta manni. Sýna hver ræður. En ég ger þetta ekki aftur síns mér. Það var síðan skilti sem hann verið bekkjaður. Takk fyrir Valda. Hann hefur örugglega alveg verið til að nota klukkutími viðbót í svepp. Þessi gæi sem vinnur 16-80 tíma á dag á virkum dögum. Ég er að fara að gefa ammá núna. Ég fór í ammá straff hérna á, hvað var það, miðvikudaginn eða þriðjudaginn þegar við vorum með Championship. Þriðjudaginn. Í Cup, rámt. Og þannig að þá, en nú er ég komin aftur, ég er búin að fá afturleyfi. Ég veit ekki hvað ég gaf mikið síðast. Ég gaf bara og gaf. Síðast, ekki neitt. Já, síðasta hérna. Herðu, má ég spyrja það Mike að einu? Verður þú alveg svona ruglgraður í þingur eins og ég? Ég lít kannski ekki alveg út eins og þú en nei, ég er að segja bara, þú veist, já, það er bara, það er 2 mínútur búin að tæta hann byrjar að tala í kynni hann er ekki með kjartar í dag ég gerir mig bara ekki grein fyrir spurningun eða hversu graður þú ert við erum í 2 tíma marathon hjá þætti og bara tala hérna áfram Ísland og enska boltan hann er byrjað að tala um kynlíf strax, ég hugsaði ef hann hefði verið með okkur á þriðjudaginn þá vorum við hvað 4 tíma það er bara verið stanslust. Nei, mér er bara gott að láta hverju vill að svara og hvernig er hann eftir fyllir? Ég þekki ég var alveg rugg. En þarf ekki að fá hann í hennan kakókastala til að tala um sjálfsfróun þegar ég kom hann fyrst inn í kakókastalan það kom helst andi um mig ég er klár. Nafnið, ertu ekki að koma inn á það? Ertu ekki að vera heima? Herðu, býtum við, hérna er gott það kemur nefnilega gott hérna G.A.B. Gunniberg 1 naflinn sagði öllum að fara á -1 United síðast bekkurinn réttilega, segir hann. Já, við gætum reynda að vera með þetta. -1 á móti Húl. Skitu, þá er það bara búm, bekkurinn. Fórum vel yfir þetta síðasta laugardag. Ég ætla að fór yfir karrigráninguna og sagði þetta var stór mistök. Ég var aldrei komið einn í settið hjá að spá Tottenham tapið, þannig að þú væntanlega ættir að vera á bekknum þá meir og minna alla þætti þið eru búin að vinna kannski 3 leiki síðan að við byrjuðum í þessu setti. Þetta er hans eigin þáttur, hann fer ekki á bekkinn. Jú. Sindri, sturlu treyja segja menn, þetta er rosalegt. Það er 100 ára afmæli Napoli 1. ágúst 1926 Napoli stofnað. 1. ágúst. Napoli vann fyrsta leik. Já, móti Genoa. En að ég segi ykkur eitt AC Milan, þeir vinna fyrstu leikina 2-0 og voru fínir á móti Torino, ég sá á móti Torino fínir. Amarinn kom með frið. Ég hugsaði alveg þetta, nú er bara smá svona friður ekki allir agnúast út í hann einhvern veginn. Nei, hann er í öll toppliðin í Ítalíu að vinna. Já, þetta getur verið skemmtilegt. Þetta getur verið mjög skemmtilegt. Já, held að ég hef áhyggjur Alberti vinnu minn. Já, þetta er ekki honum sjálfum eða liðin. Skrítið í gangi þar. Bæði.
Hann þarf að fara að spila meira. Strákar, við erum með rosalega leiki framöndan og þetta bara þessi dagur tróðfullur af fótbolta og ég svona hugsaði hvar að byrja þú veist, já, förum í baráttunum brauðið við ætlum að byrja á baráttunum brauðið og það Er þetta nýtt season? Já, nú grínið búið og nú byrjar alvaran eins og hann segja Danni Ólafs, hann núna að fara að veita honum naflanum alvöru verðum og ég get alveg sagt ykkur Hvenær koma þau? Jólur? Það verið að vinni því Það verið alveg alvöru dæmi Hann vann þetta í maí, sko Já, þetta bara í ferli, Mike Þetta season, þetta ævindi byggar í byrjun Já, ennþá að vinna í því Já, frábært Og þetta sem sagt, sjáum þetta baráttunum brauðið season 1 Hvað er ennþá verið að sína -72 Þetta enda aldrei svona En það nýr maður inn og það engin annan Sindri sem komin ef að sjá hvað við settum í baráttunum brauðið núna Ég sé þetta ekki, hann þetta ég á sjálfsögum með Tottenham Mike með jafntefli Leeds Brentford, það klókt Þú byrjar alltaf Mike, ætlar í alvöru að fara bara í sama Ég sagði þetta ykkur, ég ætla að stinga ykkur af Áramótin ætla að búin að vinna þetta Danni rettaði bara fucking velunum í janúar 8 á greinu, naflinn vann síðast og einhvert einasta skipti sem hann tók eitthvað það voru menn að hraun yfir hann Nú hann tekur hann mannstúræðið á 1.44 á Ipswich, mér finnst það fínt Já, vel boðið Ég hef engan á að vinna þess að keppna að vera alltaf með eitthvað 1.30 Mér finnst það ekki vel boðið 1.44, alls ekki Það er lélur stöðl Herra? Já, nei, já Þetta er Ipswich heima Þeir voru að tapa 2-0 fyrsta leik Það er bara mjög erfiður leikur En mér finnst þetta vel boðið Liverpool 1.55 heima á móti Forest Og svo það eitt stakar Nú er þeir inn á Bullis Þeir taka bæðileg skora hjá Leeds og Brentford Var ég ekki með jafntefli þar? Já, 1-1 Þetta var vel gert En málega, það fyrir 1-1, hvort þá betur gert? Hjá mér eða þeim, hvort betur stöðul? Það getur að fara 0-0 leikurinn Það fyrir aldrei 0 Svo Sindri, hann með Arsenal 1.56 Sindri mætir inn strax með allan hekkin Ég ætla að vinna þetta Já, setið á okkur hekkin og axlaböndin í fyrstu annar umferð 38 Það er bara 37 Færum eftir þér í þessu, værum maður bara tapandi 37, besta bara pökkum við vörð strax -85 Mike, allir grænir Muni hvað ég var óheppinn Það mangir ekki eftir þegar AC Milan vann deildina 1-0, bara 1-0 bara með Baresi og félaga sko. Það er ekki búið í dag Gunni B, -1,5 Arsenal, Keli, bæðileg skora Bournemouth Everton, það er gott og svo er það Ace 2-0 kóðandir, hver er Ace? Ásmundur Atlason Ási, Jesus, Ace Hann er í admin specials Já, er hann að kalla sjálfa sig Ace? Greinilega Hann heitir Ási Bæðileg skora, já Mér sýnist mitt Naflans og Gunni Birgis ég held að þetta Já, ég bara Já, og strákarnir þeir eru með bóttíðum skora Spyrjum bara leikslokk Hvað er Sindri með? Ég er með Arsenal Já, þetta er alltaf Herðu, ég ætlum að henda fyrsta ammói dagsins Þetta er skemmtilegt Og það á kommentakerfið einhverju búin að sjá á öllum sem leikjum núna í dag með hendinn einhvern leik sem aðri sjá ekki með yfirstöður 3 Hvað sér þau? Einhver sem er búin að sjá einhvern sigur einhvers staðar sem er stöðurlinni 3 eða meira Vitið ég hvað það við? Þá vil ég fá að sjá það núna Það er oft mennur með svona eins og ég reyndir ekki meiri stöðull en ég er alveg harður á því að Sheffield United vinni í dag á móti Cardiff útvöldi Það er 2 eitthvað, 2,50 eitthvað Þannig eitthvað svona bara yfir 3 Þá með ég henda það á okkur Þú er búin að stúdera þann leik eitthvað? Já, ég er búin að stúdera bara alla Championsum núna Ég er helviti Þín dild Það er verið að byrja á allir byrjuninn sem ekki bara komin Það er alveg bara 3 mínútur Það verður gaman að sjá hvort það er Viktor Munoz Ef við kannski að kíkja á Hjamman því að nú er ábyrgðamaður á Hjammanum og það er ábyrgðamaður dagsins er Sindri og við skulum kíkja á Hjamman Við þurfum náttúrulega að snúa líka hjólinu Er það ekki? Snúa hjólinu? Já Ef við ekki að fá nafli Snúum hjólinu Nafli minn, mátt koma að snúa hjólinu Svo ferð á bekkinn aftur Svo ferð á bekkinn, eðlileg ekki Þetta er alveg sko, hann verður aldrei aftur á bekkinn Snú hjólinu, hvað bústast Hjammin mikið? Hann fer í, naflinn snýr hjólinu og hann bústast í síðast úr með 30% Vá, hann kemur inn og hendur í Það var ekki 30 Hann heldur í 30 Hann er pirraður Þetta er alvöru maður 30% búst á Hjamman 30% búst á Hjamman, shit Hann er Hjammin Hérna einn sem segir 3 stuðull á Everton Bournemouth finnst það gefið Watford á heimavöllum móti West Ham Já, þetta er gott Watford á heimavöllum Hvað segir 3 stuðull Everton Já, Bournemouth Keflavík vinnur alltaf FH Everton á heimavelli Keflavík vinnur ekki FH Mér finnst það gott
Nei, F að vinna Keflavík, sammála því. Það klárt. Herðu, hver er þetta sem setur 3 stuðla yfir þannig að Bormað? Ég ætla að henda honum á öfru. Hver er þetta? Elvarsson. Elvar, þú sér þannig strákar? Elvar Elvarsson, vel gert. Byrjum á því allan, við hefum nóga 0-1 Everton. Hjami, farið við Hjama. Milvo loyalty bet. Hjamin, þetta Sindri allar útskýra þetta fyrir okkur. Já, það er Tottenham Newcastle, bæðileg skora. Það er bara mjög líklegt. Chelsea Brighton, bæðileg skora, mjög líklegt. Liverpool sigur. Það er einstaklega gaman að því að leikunum byrja núna 11:30 og við verðum live fyrstu 30 mínúnar og erum að fá byrjunarlegin eftir smá. Vel gert. Og svo er ég hræddu við Manchester United Ipswich-leik, þannig ég set bara yfir 1,5 mörk, tótal. Bara eina dúllu með. Og ég ætla að taka það fram að Naflin og Sindri þeir tóku sigur á þriðjudaginn síðast þegar ég fell selnum okkur, þá varst með, hvað varstu með það? 5? Já, stuður 6 og nafnilega 5,6 eða 5,7. Já, þeir voru líka með sig hvora 17 seðlana, sko. Það var það sem var publisað. Já, ég veit það, bara frábært hjá ykkur og ég skal líka alveg tilkynna ykkur það, ég er ekki búin að við neitt seðil alla vikuna. Vel pirraður. Ekki búin að vinna neitt seðil? Og ég misti í gær helvíti stóran seðil. Já, þú varst reiður í gær? Já, brjála. Þá fara menn í og leita menn í Bakkus. Þá leita ég í Bakkus, hringdi í bolla hvað á ég að gera? Ég farið bara á Kjarval, talaði við Leiris og fóði drikk og það er það sem að gera. Það er með góða punkt, að þetta klikki ekki á þessum 1,20. Ég er sammála. Nei, ég er sammála. Já, hvað er það? 1-0, þetta verður ekki opinleikur, það verður ekki mörg mörg sem þetta leik heldur. Ég meina heimavelli verða skora. Þá vinna er bara 3-4-0. Ef þetta eru mörg, þá fær ég freka bara í sigur. Já, en þú veist. Finnst allt og lágur stuðullin á United sigur 1.44, hann er mjög lágur. Það er eitt að sjá gott FC Köln og heimavelli á móti Hoffenheim 2.90. Ég elska svona, eitthvað sem maður ekkert spáði og kemur eitthvað með sem er búin að stúdera þetta. Það var sagt um bílasölu í Kanada að kúnnin er alltaf sérfræðingur í bílunum sem hann er að kaupa. Vitið þið hvað það við? Þú ert bara með eitthvað 300 bíla til sölu en kúnnin er alltaf sérfræðingur í bílunum sem hann er að grannskoða. Nákvæmlega. Þannig að það er oft sniðugt að fá pikkin einhver aðrir sem eru búin að grannskoða. Hvað seldur marga bíla á dag? Við vorum í 300 bílum á mánuði, það er svona mennir að selja núna svona 30-50 bílum á mánuði. Ég ætla að segja, hvernig gengur þetta eftir að þú hættir? Ja, við erum bara allir að vinna saman. Við erum öll í þessu saman. Allir rói sem átt. Hjami, would you rather steak og raut með King Mike eða veislustjórnir kvöld með Evu? Pottet veislustjórn með Evu. Ég hef aldrei ringt í það og búið þér eitthvað og þú hefði sagt já. Þú voru alltaf að gera Ég ætla að hrósa Hjamanum og naflanum að ég var að ná í hann í allan dag í gær og hann var alltaf vinnandi en hann svaraði þess alltaf og nafnin líka hann var að vinna langt fram hann var með skemmtakstar í Landsbankanum svaraði mér upp á sviði 4 tíma allan tíma, þetta var ekkert eitthvað eins og þú situr á skrifstunum 4-8 mættir í vinna kl. 4 svo var hann að stúta Championship hvernig mætti þú í vinnuna nafnin minn í gær? Kl. 4 já, morguninu það ekki hérna er Gabriel Pétursson, Gögn Nottingham Forest með 4-0 samanlagt og Anfield síðustu 2 tímabil og Glass er ekki tapa 4 mútið Liverpool. En Aston Villa bara er ekki komið leikmennin sinna inn hann þetta er góðu tími fyrir Arsenal að fá þá en Liverpool er bara að tapa 2 heimaleikjum í rauða móti Forest. Við erum aldrei að fara að tapa Liverpool er aldrei að fara að tapa þetta. Sindri og Bolli, við skulum kíkja á byrjunarliðin. Er það komin? Já, þetta var komin. Er ekki, hvað er klukkan? Viktor Munoz, mæntalega byrjunarliðin. Nei, það er 303. Nú? Já. Herðu, ok, eigum að fara þá örstutt bara út ef við býðum aðeins, við viljum að ræða þetta förum örstutt þá bara klárum íslenska boltan svolítið, förum í hann og það er nóg framöndan í honum, heldur betur og það var sem feldi mig í gær já, þetta er svo sko IBA Þór, það er rosalegu leikur já, hvað sér það? Herðu, Þór náttúrulega vinnur ekki útvelli ég held að IBA vinnur þetta 2-1 held ég, mér finnst það mjög líklegt hann er greinlega að vera að hlusta á þungaðutinn í gær því að ég spóði 2-1 þar já, það er þetta rosalega stuðulega IBA vinnur hann að leik 1-72 er ekki að stuðull ég er sammála bolli, IBA vinnur hann að leik það er góðu stuðulega að tefla þær ástæða fyrir ég vil bara IBA vinni þetta þósli getur ekkert þetta er 2-1 ég er bara að vinna 1 útileik, veitir hvernig hann var hann var páskana, það er að koma páskar aftur sko reyndar jól fyrst þú segir það er rétt ég er að koma að páska ætlar að fara eitthvað á páskanum ég hef að fara í frí en þú ert örgulega að gera eitthvað annað nei F.A. Keflavík F.A. vinnu þennan ég er sammála bolla þar líka þetta verður F.A. setja bara F.A. og IBA fyrir dag samt en menn vilja býða það er ekki allir svona óþólum ég mun setja þetta tvent saman IBA, F.A.
svakast Ég eiginlega bara komin á þá línu. Ég bara í overs og bæðileg skora. Já, þú hættur þessu eitthvað hver vinn. Ég eiginlega hættur að pikka vinnara. Ég þorir samt valla í overs í svona leik eins og IBF Þór. Það bara svo mikið. Þau eru bara það léleg, sko. Það ekki víst að Þór ná að skora. En koma það ekki bara mörg? Nei, ég horfði bara úrslitin í síðustu leikjum með þessu liðum. Það alls ekki overs. Ekki á þessum liðum. Þór gátt ekki og ekki á FH heldur. Það aldrei overs í FH. Já, hvað var á móti IA? 1-1, KR meiri 1-1 sko. Takk Sævar Gunnlaugs fyrir fallið skilabóð. Það er náttúrulega kommentakerfið notið það eins og þið mögulega getið. Við erum að dæla út evrum hérna, við erum rétt að byrja. Sko þessi séð. En ég sammála Boll sammála Sindra. Ég meina þetta er náttúrulega mest oversteild í Evrópu og auðvitað. En þú ætti aðeins að horfa þess að til leikina. Vera klókur þarna, vera klókur. Það var allir með svo overs í gær hjá Þrótti. Þeir letu ægir skora 2 mörk á okkur. Hversu lélegir Þetta fór 7-2. En ég hefði sammála því. Þeir jöfnuðu 2-2 ægir. Það er óþólandi að þau fá 2 færi 2 mörk. Þetta er bara svo í kortum. Hvað heldur að hafa eitthvað efsteild að gera? Múra fyrir. Já, kaupið varnamann 56 eurur í innistæðu. Já, það er bara partur af En hvað fleiri leikir eru það? Það er ekkert eitthvað asnalegt. Ég bara setja segil og allt. Það er líka ekkert að setja Ef eitthvað dettur þá er þetta. Alla umferðina. Fara inn og vallega með 56 eurur. Árvísmjörið, framkáa. Vá. Þarna myndi ég vera klókur í stöku betti og setja X á stakt bett. 5,08 er rosalegu stuðul. En okkur ekki bara X2? Já, ekki stakt, það bara horfastu. Ég held að Káa ná í jættablisleik. Eiður er að koma með góðan andi í lið. Ok, en bæðileg skora og yfir 2,5 eða eitthvað svo leiðis. Já, það gerist alltaf. Aðeins neðar. Já, er yfir 3,5 með línan. Já, ég meina, það er fullt af mörgum með fram alltaf. Já, ég held að það gerist alveg í þessu leik, sko. Þetta er leik vill að fara óvis. En ég bara útskýra hverjum að setja að lauma einum léttum stökum á jafntefli Valur vinnur í held ég Hjálmar mættur í bláan kristal, love the grind. Tryggvi Hrafn í banni. Valur í Tryggvi Hrafn í banni. Hann náði sér viljandi í bann. Ég held að Valsmenn séu bara alveg konur í frí bara. Þeir ætla bara eða þessi tíðanbili og fá bara nýtt fyrst sísón. Já, ég meina bara jafnteflið þarna líka og fá 20 stuðul og svo 2. En halda í að segja að mæta svona 100 eurur. Í að mæta eitthvað fljúandi þennan leik. Þetta er mjög mikilvæg leikur. Já, ég veit það. Það skiptir máli hvort þú ert í neðri eða efri. Eðlilega, ég held að Valur verði flottur í þessu leik. Það er ástæða fyrir því að bæðileg skorar 1,26. Þú veist. Má ég fá betri útskýringar hjá þér okkur heldur Valur verið flottur í þessu leik? Ég bara held að Valur vinnir þennan leik. Ég held að bara Patrik Pedersen sér til 3. Heldur, viltu kottu með eitthvað, þú veist, tölfræði á bakvið? Hann er með kvittanir, hann segir að Patrik Pedersen. Bíddu Mike, þú alltaf bara þú fer ofta tilfinningur í þessu. Ég bara held að Patrik Pedersen verði góður. Ég held að Valur vinni í Þetta er engin Tryggvi. Engin Tryggvi. Dagur Orri að fara. Ég held að í að vinna en leik. Það ég hallast að því. Fyrir með næsta, Breiðablik Stjarnan. Já, hvað ætla að fá pikk? Breiðablik Stjarnan. En er þetta ekki 2-1 í aðra okkur áttina eða eitthvað? Nei, ég myndi bara fara stakt á, ég myndi bara setja fram Káa Valur í að báður í jafntefli, 20 stuðul. Já, en Breiðablik Stjarnan, strákar. Já, við erum að fá pikk. Já, það er overs bara líka í Valur í Yfir 2,5. Yfir 3,5 mörg. Og bæðileg skora. Segjum það bara. Eða ég þetta að fá yfir 2,5 bæði skora? Nei, þetta er bara orðið svona sko. Þetta er bara svona. Já, þetta er bara þessi deild er bara svona. Þetta er bara og svo Breiðablik Stjarnan. Þetta er snúin leikur. Já. Sko margir að spá Stjörnuniseyri, hefði mér heyrt. Þú veist, menn halda að sé ég fór nú með Pökkur sem var hjá til þeirra daginn og þeir tóku Þórssonar beint eftir það er mikill andið hana og svo fórstu að heimsækja aftur þú er búin að fara að tvissa þanga nýla það var alltaf að ná í peningin Ertu ennþá að ljúga því að skutla frænda en maður uppbyttir og ég hef aldrei hittir að frænda en ef hann er í einhverju verk þá er þetta frændi fjörlega þreytandi ég bara gerir mér í grein fyrir bara 2 vonbreiða lið sem meiri andi í Stjörnunni þú veist akkurat núna ég held sé X2 þessi leikur vil ég gera það, vil ég ekki freka fara í bara eitthvað mörg í þennan, jú 8-2, hvað er yfir 2,5 nákvæmlega þetta er Breiðablik eitthvað að vinna Stjörnuna ég held að Breiðablik vinna kennuleik en yfir 3,5 yfir 2,5 sko eru mennir að spyrja hvort Mike sé fullur? Nei, ég er bláður það er alveg runnið let's go, tökum bara bæðinu það sem voru með X2 hættum þessu bulli ok, X2 ok, fyrir með næsta það er þá síðasta leikurinn það er bara yfir og mörg K.R. vinnur bara Víking þú bara 100% á því þetta þriðjudaginn setjum bara K.R. vinnur við vinnum þeir eru þingu, þeir eru fúlir
töpuðu Erum við að fara á öllina? 54,66 Hjá mér að vinna væntanlega 54,66 Ekki flott Jú, bara glæsilegt 54-66 Það er bara glæsilegt. Ég gæti notað það Ég veit ekki það Já, en það er alveg að breyta þessum pikkum hana Já, sjálfsögðu. Nei, hérna, K.R. Víkingur getur að fara í mörk og OS Þetta og Breiðablik Stjarnan getur að fara í mörk og OS Eitt leikur sem ég ágraf, það er F og Keflavík Það er svona, er alveg Ég held að fá vinni Ég er svo hrifun að Keflavíkulinu Herðu, eru byrjunarleiði mætt? Já, Jón Kef, það hefur ekki verið sól Jón Skarp, það hefur ekki verið sól í Keflavík sem Öddi Blöð var með hár, segir Gabriel Pétursson Nó, það er fastskotið Segir 54, takk fyrir, setja saman nei, aðaldavirðar og K.R. double chance Já, allt í Nú erum menn eitthvað hrós og lúk Við skulum taka Liverpool áður en bolli fer Við skulum taka Liverpool og það er komin byrjunarleiðin inn Sjá þetta, K.R. í jafntefli og nei, 2.39 Já Þetta er skemmtilegt Ég sagði nei Hvað sögur Sigga Bentens? Er hún ekki með nokkur svona neilug? Jú, hún er alltaf Hún var alltaf með neða já bara Hún vildi ekki á sínu tíma ES, hún sagði nefnir því Byrjunarleiðin komið, kíkjum á þetta Tvær breytingar á Liverpool Múna, Skakpo Hvað kallast það? Soberslæ Jacque, Fimpong Van Dijk Það er að lesa upp alla mennina Gravenbeck er út fyrir McAllister og Ríó er út fyrir nýjamannin Munoz sem var spreytt í leiknum þegar hann kom inn á síðast Hann var frábær, fiskaði víti Það eru skemmtilega breytingar Ég held að Virts fengi kannski reisupassan og hann myndi fara í en hann var bara 60 mínútur síðast Hann verður geggjaður Ég held að hann verður geggjaður, já En ég held að hann myndi fara út hann fari svona meira konservativ miðju skilurðu, með Gravenbeck inni líka Þannig að hérna Þetta er Nottingham Forest-lið Það heilla mig 0 Nú, shit Þú ert ekki heitlaður Hann er eitthvað haltur og eitthvað Igor Jesus En hann er með bandið Hann líst ekkert á hann Milihovic, hann er í vörninni Ég held að segja 2-0 Liverpool sigur Æna, ég er ekki sér Ég held að segja 2-3-0 Liverpool í sammála því Nú þurfa líka bara ákveðna aðlar að rífa sig En það er samt eitt í þessu, ég var alveg til að heyra frá Mike Nú á síðustu 2 tímbilum er Liverpool búið að 633 milljónum evra í leikmenn Ég get ekki séð það á þessu byrjun Raunandi yfir Nottingham Forest Er inn í kjörglaðarsprók Þetta er ekki stóri X-stæðurinn Já, stóri X-stæðurinn Það er bara góð pæling háður Já, ég sammálaði Já, ég ætlaði bara að koma með svona smá punkt 633 milljónu evra á síðustu 2 árum leikmenn Hvenar, þú veist, hætti Liverpool hvenar er þetta orðið bara hvað Galatico klúbbur Kannski þeir kaupa 1 góðan leikmann fyrir hennar penning sko Þeir að grína Nottingham Forest Ég horf á þetta Liverpoolið og jú, mögulega að vinna þarna leik en guð minn almáttur, þetta lið er ekki nála til að berjast einhverja titla sko Nei Ég held að vera nærið þetta er Manchester United Þeir taka aldrei hennar titla Liverpool are winless in the last 5 Premier League games En Liverpool are unbeaten in the first Anfield League game for 20 consecutive seasons Við erum bara að fara að pakka þessu leik saman Já, ég held að Liverpool vinnur hennan Ef Liverpool vinnur ekki þennan þá er náttúrulega Frábær staðarind, Sindri Veit ég ekki alveg hvað gerist Bjarni Vogur Hvað er staðarind? Bjarni Vog Ég mannaði ekki alveg Já, Forrest er bara búið að vinna Liverpool í síðan 5 leikjarnum Anfield og 3-0 í þeirra. En Mike, það var bara í öðru lífi. Nú er bara nýtt upp af, 9 tímar. Nei, þú ert þróttara, nákvæmlega sama lífi. Þú ert að vera nákvæmlega sama í fyrra og píði árið viðbót. Það er nú bara stöð sem við varum með annari deild, skilur. Naflinn tekur alltaf og ég ætla ekki að nota orðin sem hann gerir við sko. Þegar ákvæmlega kemur alltaf nýtt ár, alltaf sama. Hvað er í glasu? Ég bara spyr. Þetta er mósikinn. Við skorum svona 2050 mínútu Virts með markið, dettur aðeins í gang 1-0 hálfleik í Alexander Isak í seinni hálfleik 65 á klukkunni, skallar hann inn 2-0 og svo setjum við þetta mikilvæga þriðamark í restina Soberslæ 3-0 Liverpool. Þannig að þið ætla að setja markaskora þá eru þetta með allan og 3 menn. Ok, geðvægt. En ég segi að það er klókt svo Íróla að setja McAllister inn því að hann er svona leikmaður sem getur stjórnað tempo í leikjum. Gravenbeck var eins og ótamin hestur í síðast leik. Hann átti að vera að spila 6, hann held að hann væri 8 og 10, hann var alltaf út allt. Þú er púlari, Sindri? Ég er púlari, hann var ekkert að verja vörnina, hann var ekkert að hjálpa bakvörunum sem eru veikir fyrir. Þannig að hann er að reyna að fá svona meira ró inn á miðsvæðið. Þegar Gravenbeck virtist vera svolítið svona ótaminn sko. Ég held að það væri bara lúðar sem væri púlarar. Alltaf einn og einn sem Mækari En Sindri, Jú, ég held að Liverpool vinni. Þetta fer 2-0 fyrir Liverpool. Já, ekki meira, ok Já, þeir fá alltaf þessi mark Liverpool meina lélustu vörnin í deildinu, þeir vinna leik ég segi 3-1. Hvað lærðu það því? Þeir eru með lélustu vörnin. Hvenær feldu þið síðast treinu?
Ég bara mannaði ekki. Nei, það er líka mjög erfitt að muna það. Þetta verður áhugað season Liverpool, kannski verða það bara í ykkur rock'n'roll fótbolta, allir leikir eitthvað 2-2, 3-2, eitthvað rugl. Ég er ekki hrifinn af þessi leikbreyði með tvo alveg mjög slaka bakverði. Alisson komin yfir sitt besta. Van Dijk náttúrulega, ég sagði nú ein Elís í gær vinn minn, okkur leitar Van Dijk og tekkar á hvernig Olbóðsæfingarnir eru, hann er ekki dít að gera lengur. En bakverðin er réttur, þeir eru það er þetta með góða punkt, er hægt að setja á Ísak hver út af middur í fyrirháleik. Ég er sammála bolla þar, ég held að hann skori. Hann skori. Ísak skori allt. Hann er að komast í gang, en ég hef ekki ágjör á honum, en ég ágjör á vördinni og Liverpool, svona ángríns. Við vitum höfuð það. Herðu, Bolli, þú fer út í galleðuna og ætlar að leiðina að djamið eitthvað. Rekin út. Þetta er bara skipt. Þetta er einu mann á Íslandi sem er Hanakamp og Möllet. Hann er geggjað. Hann er með 21. Hvað ert að fara að gera, Bolli? Hann er bara að fara að setja fjölskyldir hann á... Ég er í smá side business. Já. Ég er að selja... Pepsi. Ég er að selja vörur. Ég þarf að fara í það. Herðu, geggjaður. Herðu, Bollin skiptur út, við fáum nýja mann inn, ef við ekki að gefa hún aftur gott klapp, Það heiður skipting. Hann er komin vel reiður, búinn að hlusta á allt kjaftaði núna í smá stund og hann tekur... Með tölvuna. En þú var að passa samt, ég geti skiptur út aftur, sko. Það segir ekki bara Hvað að keila á brautinni, hann að koma að skipta út? En sjá hvað ég geri, og hann er að koma inn á, og fann hann á bandið, sko. Þá þakka maður tröstið. Já. Talandi um hérna Gunnar Birgis, hann er nú smá hluti af þessu, hann var úti. Hvernig fór þessi körfuboltaleikur í gær? Keli líka. Já. Hvernig fór hann? Töpuðu með 29 stigum. Ég var á mínus 29,5. Mínus? Já. Mér vanti 1 stig í viðbót frá það var bara 10 stig fyrir 3. leiklutöflus. Já, þetta var... Var 4. leiklund alveg ræðilegur. Við komumst í hvað, 5-0? En í hvað heim eru við að keppa á móti Serbum úti í körfubolta? Á móti Jókits og 5-0. Já, ef ekki verið einhver annar að deildu það. Já, ég meina, sko, við bara unnum okkur þetta inn að spila móti sem við þjóðum og sem eru bara að gera það er komið að næsta leik í Premier League og það er Bournemouth Everton. Má ég, með svolítið skrítið að þið, tóku íslenska boltan með mig á bekknum, en Sammála því. Aðeins, Þróttarana og lengjudeildina. Ég eiginlega vonast til þess að HK tapi í dag til við getum fengið Þróttarana. Það ekki? Jú, við erum búin að vera með númerið hjá Þrótt núna síðustu ár. Já. Og einhvern veginn Sigurjón Ólafsson er með HK á heilanum. Við skulum ekki með mikrofón. Örstuð, hendum okkur í fyrstdeildina. Hvað sér þau fyrir hérna afturhending vestur? Þetta ekki bara easy win Ég ætla á þennan leik í Dogsonu. Já, voru þar. Ég er mjög spenntur að vera í túninu heima og ég myndi, mínus 1,5. Mínus 1,5. Leifum honum bara að gera siðil. Já. Og bara nafla siðil special. Það er búin að hálftíma á bekknum. Ég er að segja það. Leifum honum bara að gera siðil. Já, og hérna hlóða, það er gaman að því að Leifum honum að sóla upp öllin og við bara horfum aðeins á. Já, Leiknir Njarðvík, þetta er Njarðvík 1,95 finnst mér mjög vel boðið á Njarðvík. Þó að Leiknir er mjög góður heimaðalli. Bara með eiga það. En Njarðvík er bara, þú veist. En ein spurning. Vilja enda þetta á hænút? Vilja ekki allir Þróttarana? Jú, reynda góða punktur. Þegar Þróttararnir enda trúlega öðru sæti við strunni í gær, vilja ekki allir Þróttarar? Reyna menn ekki bara að tapa? Jú, ég held að það sé í alvöru máli. Bolli, það síður á mér frammi nú, sko. Nei, sko. Þú ert á bekknum. Mike, þú talar, þú segir eitt um mig, svo segir þú bara eitthvað allt annað hér. Það er engin sómakett í þið. En ég, Bolli, af hverju er Sigurjón Ólafsson með HK á heilanum? Því hann tapar alltaf við. Ég veit það. Ég get bara sagt við, sko, Þróttur HK í 2 leikjum, Guð bless ykkur. Hvernig var í fyrra? Hvernig fór þetta í 2 leikjum í fyrra? Þú ekki báða HK? Það er gamalt. Bolli. Þetta er bara sögur vandræðar úlingur. Konan er að kalla þig. Konan er út í bíl og byrja að flauta. Hálf 11, mátt bara vera hálftíma. Við klárum að segja, þá setja ég á Njarðvík. Við erum með Njarðvík. Má ég aðeins sjá Grindavík hann. Njarðvík, já. Förum í Grindavík HK. Ítum á Njarðvík. Förum bara í Grindavík HK, má ég sjá. Hvað er bæðilið skora? Sant Nei, það er ólega oflítið til að taka 6 leikir að í sumar að fara 0-0 0-0, 6 leikir stóður. En bara HK heldur aldrei hreinu nema í síðasta leik. Ég myndi bara setja 1x Grindavík nafli. Ég held að Grindavík tapa ekki þessu leik. Nei, Grindavík er sennilega að fara að falla eða tapa þessu leik, sko. Ef Völsungur vinnur í dag. Já, þú ræður. Þetta er hans siðil. HK búið 1 útileik.
Já, ég veit að HK nefnilega ferðast mjög illa. Og unnu ekki Grindavík heima, eina lið sem ekki unnu heima öll. Nei, en maður förum í fjöldi marka. Já, þú ræður þessu. Maður sjá fjöldi marka. Það erfitt að lesa. Rosalega... Ég ætla að segja undir 4 mörk, það 1,55, það finnst mér vel bóðið. Miklu betur heldur en óvers í þessum leik. Undir 4, tökum það. Fyrirfram. Og Völsungur, Völlarnir, erum við á eftir seg, já, Völlarnir X. Já, sammála því. Tökum við þetta er sill. 7.53, þetta bara geðveikt, þetta geðveikt. Klikka að segja. Þetta nafli special. Ég skítrættur við Njarðvík. Ísland League 1. Já. En góðu stöðu, leit 95. En þetta með að HK, það vil ég allir þróttarinn, það auðvitað á líka við Njarðvík. Ég að segja það. Hvernig ætlaðu að gefa mér ammo og hvernig ætlaðu að láta fólk hringa inn? Já. Það akkurat núna, takk fyrir þetta. Við ætlum að, ef ekki bara gefa þeim fyrsta sem hringir inn. Erum við með símanúmerið á skjánum ykkur? Við erum að testa núna aftur að vera með síman opinn. Talk Sport Show. Og strákanir Bulli Smiti eru búin að setja þetta upp við testuðum með dáðan, það virkaði símanúmerið að koma á skjáin núna eftir smá stund áður en við förum í símanúmerið tökum umræðum 1 leik, svo við náum einhverju leikjum hérna til marathon þáttur, tökum aðeins Bournemouth Everton fyrir á meðan við setjum símanúmerið og fleira á skjáin 867 54 53 Já, og ringi inn og það er bara fyrst sem ringir inn fara og það er bara svo liðs það komur á línuna, ég þarf að þetta já Yes sir. What's up? 867 54 53 ringdu núna. Hér á hjama.net. Ekki bara sett fejamó. Við erum með eitthvað smá umræðefni, við erum með eitthvað spurningu eða eitthvað. Já, koma að velta einhverjum steinum. Já, velta einhverjum steinum. En býtu á meðan við erum að græða þetta allt. Bournemouth Everton, menn geta hringt inn á meðan. Hvað sér það þarna nafli? Sko, þetta er skemmtilegur leikur. Þetta eru þetta 2 leikur og Barry sjóðandi heitur okkar maður einhvers sem segir mér, ég fíla hvernig Everton er að byrja þetta og ég held að Everton vinni þennan leik. Bæði þessi liður eiginlega sterkar en margir áttu vona á held ég sko. Já, og er að fara vel að stað. Já. Þannig að Bournemouth samt ekki að vera að gefa neitt á heimavelli sko. Nei. Þeir eru hrikalega góðir. En það var gögn frá Gabriel Péturssoni Bournemouth hefur aðeins unnið 3 af síðustu 14 leikjum sínum og ég held til að verðum gert 9 jafntefli. Og þeir voru reyndar áhugavert. Já, og þeir voru taplausir í 18 leikjum í röð áður en töpu á móti Manchester City. Já. Samt brunin 3 af 14. Já. Það er eitthvað spes. Nei, 9 jafntefli. Þetta er með þessu. Þú getur hort bara í þá tölfræði sem henda þér hverju sinni. Já. Því hann hefur oft gert það í lífinu. Já. Bara það sem hendur honum. Hvort sem að sé á... Er þetta ekki bara Everton sigur? Ég er farin að hallast að því. Nei. Ég er farin að hallast að því. Bournemouth eru grjótarðir. Ég held að Bournemouth vinni bara en leik. Er það? Já. Það erum við alveg öndur. Ég veist það líklara já. Og ég er alltaf á bæðileg skora eitthvað svoleiðis stemmi sko. Já, King Barry með marki yfir segja menn. Já, hann gerir 3 helgina, vikunni og þeir eru bara Everton með hörkulið. Þeir eru bara sammála Sindra. Þetta eru bara 2 hörkulið sem eru betri heldur en að þið haldið sem að kannski hafa minna vita á þessu. Að vera að vinna í símamálunum skilst mér, það er eitthvað vesen, það er eitthvað snúruvesen. Coventry Hölstrákar, þetta verður alveg áhugaverður leikur. 2-0 Coventry. Já, ég held að Coventry vinnið þetta. Ég vinna. Þeir eru miklu betri en öll liðin í Championship í fyrra sko. Húlarnir auðvitað on high eftir sigurinn síðustu helgi. En nota bene, leikurinn í fyrra, báðarleikin í fyrra, fóru 0-0. Það er svoleiðis. Já, við sáum auðvitað Húlarna síðustu helgi, þeir eru öflugir. Þetta er fyrsti leikur Coventry í úrstil, hvað er 25 ár? Voru 2001 í úrstil. Já, langt síðan. Já, 25 ár. Já. Nei, er þetta ekki bara sigur, heimasigur? Það verður brjálu stemning þarna, þetta er Hull á heimavelli. Það er rosalega munur að fá Arsenal og útivelli og svo Hull á heimavelli. Þessu 2 leikjónum, þetta er alveg svart og hvitt sko. Hull búin að vinna United. En ef þú horfir á þetta út frá bara value 2 nýliðar, síðustu leikir þeirra að fá bara 0-0, stöðuna Hull 4-71. Já, ég held að Hull vinna ekki hennar leik. Ég held að Coventry vinna hennar leik. X2 er mjög vel búið. Ég færi frekar á 1. Strákar, er þetta á ammó til að henda þeim á Tottenham 2,22 og Hjamman skal senda kvittun. Já, það er ammó þennan unga mann strákar, unga mann, ég veit ekki, ég segja unga mann. Það er endur ágætt skískjáður að segja að þessi ungi menna því að þú ert eldri en allir. Þú ert eldri en allir. Já, ég er eldri en allir, þannig að það er svolítið þannig. Það er engilega að lesa hvað stendur. Ég sé ekki nafni á viðkomandi, ég get séð sko hvað stendur en ekki nafnið. Þetta er blástafnir. Wick, eitthvað. Já, þið sjá þetta strákar. Já,
Er það ok, þannig að við erum svona á því að þetta verður komið til sigur. Ég er ekki sammála því, ég held að hún tapir þessum leiki ekki. Það er smá vesen á símanum. Allt er góð. Ég er á því að allavega húlarnir tapir þessum leiki ekki. Ég held nefnilega að þeir tapir þessu, það er mín skoðun. Hull unnu United, eina liðið sem er gert á þessu tímabili. Sindri, þín lokaspá. Ég er bara sama sinnis, ég er bæðileg skora bara núna. Bæðileg skora? Já. Vel gert. Tottenham Newcastle strákar. Það er alvöru leikur aftur sett á 16:30 sem flesti sjáu. Og þetta eru lið sem Það voru flottir 16:30 síðasta lögadag. Það elskar að spila fótbolta. Hvað sjáu þið þarna? Ég sé bara Newcastle vinnu bara leik. Mækari. Við erum að vöndum okkur. Tottenham er komið. Savio var að detti inn. 17 Hvort eru þetta 16-18? Hvor megin verði þetta árið? Þið geta ekkert. Ekki neitt. Það er ekki björnsitt. Fyrir Tottenham? Já. Það er ekkert mál að kaupa öll leikmann fyrir 500 milljónir pund, en hvað ætlaði að gera við og hvað ætlaði að gera við þetta? Láta að spila og vinna leiki, hvað vinnur þau? Nú voru þið að gera það móti Brentford? Nei, þeir voru ekki allir konur inn, mennur að ísaði minni rólega. Þeir eru undirbúið sér fyrir næsta tím. Myndur þú segja Hjálmið fór yfir það í síðasta fyrstu deildinni. Myndur þú segja að þetta var stefnulaus kaup, Mike? Mér finnst það bara einhver kaup. Það er bara að kaupa nýtt lið að það gekk inn og vel í fyrra. Nú auðvitað, það er að kaupa menn. Það vita það allir, hvað áttu er ekki. Ef það er ekki keift neitt. Hvað ætlar að gera við hinna? Hvað ætlar að gera við hinna? Selja á. Þeir eru ekkert að vara. Jú, ég fylgta leikmunum. En ég meina Marmúsin, já, Savinjó, Varaskefur og sitt í Emil Logi, Emil Loga, Hjammi, skemmtilega þegar Spurs sökkar. Allt þetta tímabil, gaman að hafa haters. Já, það er svolítið þannig sko. Nei, Tottenham komið fullt af leikmannum, Newcastle bara missa fullt af leikmannum í eðlilegum heimætti Tottenham að vinna hennar leik. Ég held að Newcastle bara tapa ekki þessu leik sko. En hvað gerðist fyrir Voltimandi? Akkur er hann bara, þú veist, hann er bara alveg út í kuldanum. Með Þýskan orða hann við Napoli. Þýsku mælandi þjálfara. Skilir þetta ekki alveg. En ég ætla að horfa á hann leik. Til þetta verður skemmtilega leikur. Já, þetta horfum maður á þennan leik. Tvö svona, hvað kvöldum við þetta nafli? Kósi lið, ger aldrei neitt. En svona kósi og skemmtilega. Ég held að þið er mörglega eftir að svektu því að Tottenham fjall ekki á síðast. Já, og einhvern veginn úrslit leiksins í dag hafa einhvern áhrif á einhvern veginn ekki neitt, þetta er bara kósi, bara skemmtilegt. Þetta er alveg rétt hjá Nei, en ég minna við sáum þetta. Er þetta ekki bara 2-2? Já, þetta er 2-0 Tottenham. Sáum þetta hvað stuði Langa var núna síðast. Mínus gamli góði, mínus 1,5. Þó að þeir sé búin að fá þessar nýju varnamenn, þá er stóra ágjör vörninni og markvæslunni. Getið fengið að sjá strákar mínus 1,5. Akkur tóku þið ekki Martínez varst að vilja? Já, ég minna, hann var okkur tombólu verðið þarna. Þetta er eiginlega óborgarlegt. Ég ætla að bara einasta þætti. Nei, ég ætla bara að sjá þetta. Nú er ég bara fyrir að fá að sjá þetta. Ég er bara fyrir að fá að sjá þetta. Mér fannst ágætis punktur hjá Mike. Já, til að sjá, Sindri. Mér fannst ágætis punktur hjá Mike hérna 4,2. Já, mér finnst ágætispunktur hjá Mike hérna fyrir dag og hann tala að ég hef verið á bekknum út af United-bettinu, þá væri þú náttúrulega yfirleitt bara alltaf á bekknum eða utan hóps. Það er alltaf að já til að sjá 4,2 mínus 1,5. Reynda fárálega góðu stöð, þetta getur alveg farið 4-2 eitthvað sko. Það var 7 í síðasta leik. Það gæti alltaf gerst í þessu leik. Það gæti alltaf gerst. Þið bara getið ekkert. Það er ekki DNA lengur í þessu liði. Hvað var DNA-ið? Við lendum við vesen, Sævar, það er ekki hægt að hringja inn því miður. Það er ekki rétt um að sagja, það er vesen. Já, allt í góðu. Já fyrir eftir á. Já fyrir eftir sjá. Já, mennur alveg. Það er enginn að fara að kjósa já hérna. Er það ekki amma þá? Er þið búin að kjósa? Ég er að fara í þetta. Ég fennir Ráðhúsreiki eitthvað eftir. Við erum að fulla að vinna í þessu okkar. Herðu, ok. Já, mér ekki glemma að kjósa mér. Herðu. Allir að kjósa. Morgundagurinn, við förum í Chelsea Brighton. Það er leikur. Byrja þennan sunnudag á Chelsea Brighton. Já, þeir byrja nú líka á Leeds Brentford og Sunderland Fulham. Eins og síðast. Það er saman og síðast. Saman er alltaf að tala um að þessi fyrsti leikurinn á sunnudegin og 3 leikir. Mér er samt alveg magnað. Það séu fleiri leikir kl. 1 á sunnudegi heldur en á aðal tímanum sem er náttúrulega 2 á laugardegi. Það eru fleiri leikir. Já, England, ég er alveg saman að segja. Premier League þarf að girða sér í brók með þetta. Þess að klukkan 2 eða 3 á laugartöfum er bara heilaði tími í enska bolta. Þeir eiga að vera með stóru leikinu þarna. Eða bara alla leikinu þarna. Nei, ekki stóru leikinu. Flesta leiki. Já. Þú veist bara, Leeds Brentford, okkur er ekki bara klukkan 2. Alltaf 5 leikir. Okkur eru líka 3 leikir klukkan 1 á sunnudegi og 2 leikir. Þess átlumist bara að vera í dag, Chelsea Brighton. Já, en hann er á morgun. Já.
svo það Þetta verður bara hörkuleikur sem að Brighton bara sama Bournemouth og þessi lið og Everton, þetta bara hörkulið Brentford en Hinsel út meiddur hann ekki með það blóðtæka fyrir þig og þína við förum í fantasy eftir, við ætlum að ræða fantasy eftir en ég segi, þú veist við erum að tala Tottenham á hann þessi lið Brighton, Bournemouth og Brentford lið miklu betur en Tottenham og það þú veist þetta var erfið leikur fyrir Chelsea ég held að merja þetta samt Chelsea eru on fire ég held að Chelsea vinnanleik 3-2 það verður svoleiðis mjög skemmtilegur leikur ég er sammála því að Chelsea sé að fara að taka hennar leik ég meina Rodgers, Palmer João Pedro og svo þeir að styrkja sig á heila öllum öðrum stöðum þetta verður rosalega Chelsea og 3-32 já, þetta geðið já, bæðileg skora 3-32, vá menn ekki Brighton alltaf tróðin einu þetta er bara mjög vel boðið Sanchez í markinu að gefa annarkvæmt mark já, þeir eru bara er Martínez ekki kominn? Nei, hann var ekkert að spila hennar leik já, hann væri klár, hann myndi að mæta en ég held að sé bara ekki það er bara meiri blóðtaka fyrir Brighton heldur en haldið með Hinsel hann er frábær leikmaður ég held svona mesta blóðtaka fyrir þig já, strákar, svo það náttúrulega þetta hver kemur inn í staðinu? Strákar, býtu, örstuð, förum aðeins í þetta sjá þetta þetta er Loco og hann er á morgun og þið sjáu hérna það er 8-10 stuður, fóru 69-80 og það er Leeds United Brentford að það verið mörg fórgjöf -1 Brentford Brentford þarf að vinna 2-0 Aston Villa Arsenal það er mörg fórgjöf það er semst Aston Villa var í 2-0 það var -2,0 á Arsenal Arsenal vinna það inn á 3 mörgum og Chelsea Brighton bæðileg skora Chelsea og 80 hver er byggutu þennan segil? ég og Bolli ég er með mínusinn á bæði Brentford og Arsenal og mér varst Bolli svona smá miskilja konceptið hann var alltaf bara með eitthvað pikið kringum 2,5 og eitthvað menn þetta áður að vera svolítið heilu marja þessi segil það vantar svolítið upp á fókus á Bolla svo efstutin á, þú verður meila að fara hjá með passi hann er að fara að byrja bara leikurinn það er Liverpool náttúrulega varst Liverpool þegar ég og Mækarinn gerðu þennan Coventry City Hull, Coventry vinnur við erum sammálað því Mækari og svo er Manchester United Ipswich við erum Manchester United sigur já, ég menn þetta á bara þetta er bara þægilega seðil og svo er seðli minni miðunni og svo er að miðjan 30% bústaður 5,8 stuðull já, eru allir að detta nei, þetta eru góði selar það verður að segja stálu sér Mækarinn er ískaldur það er alveg síðast séns að fara að ná þessu það er bara 45 minútur leik þannig að þetta er geggjað hann er komin on segir hann þá getur við andar róla Leeds Brentford, við vorum ekki búin með hann hvað sér þarna Sindri? Brentford byrja að fara alveg vel Brentford eru mikið betri en menn halda eins og Mækarinn var að koma inn á og auðvitað lít sterkir og sérstaklega heimaðalli með 2 sigra núna í deildabikar og deild og ekki mikið mark á sig á móti samanliðinu það er eitthvað sem segir að þetta eigi vera lóskorin leikur ég sé Brentford sigur þú veist bara 0-1 1-2, eitthvað svoleiðis ég held að Brentford vinna hann leik ég held að þeir eru bara með eitthvað system þeir eru bara, það skipta alltaf máli hverju spila eða hverju þjálfar að þeir eru bara heldur góðir það var að segja hérna, hér varum við að horfa hérna í deildabikarnu sko, þeir hrúa mönnum inn í tegin það bara boxi er fullt af mönnum já, en Lítskir það svo líka hann að Ethan Empatu er að kasta þessu bara inn í markið innköstum, bara allir inn í markið þannig að já, þetta er bara old school leikur 1-2, sér það? 1-2, já, ég sé það Nabli? Ég held að ég var auðvitað með að Brentford -1 á seglum en ég held að Brentford vinni þetta 3-1 1-3 það er bara svoleiðis já Mækari, sér það fyrir þér? Nei það er náttúrulega ekki að fara að gerast en það var í gaman en það má láta sér dreyma hann á eftir að sofa einu nótt áður en þetta gerist þetta er þessi leikir, ég get alveg sagt síðustu 3 leikir þetta er einn X-lits ég held að Brentford vinna ekki skulum ekki gleyma því að Brentford spila mútið Tottenham í fyrst umferð og heimaðalli sko þú veist, þetta er allt annan skrimslið þarna úti og mútið Leeds sem er fínt lið og ég segi einn X-lít sko Strákar, ég ætla að henda evrum núna á 100 eurur á það er hann að, hvað er þetta ég fær ekki allir ekki ammó eftir erfið og leiðilega viku í skólanum þetta ekki bara spurning hugafar? Jú, þetta er alltaf spurning hugafar ég glasi hálf tómt eða hálf fullt það var alltaf gaman í mér í skólanum það vona nú að það sé háskólinn veluna þessa já, ég er ekki í raunin að þessu þið tækir stjórnuna strákar þetta var ekki ammó alltaf í minni ég er bara starfsmaður hjá ykkur sko
ekki svo á lýtsarunum, þetta svoandi risi sem að fara í inniskona og rísa á fætur 100% Birgir Egils, ég set punkt á skengin og Bigga Egils á bettið ekki svo á lýtsarunum, Biggi Egils að móða þig Strákar, Sunderland Fulham Hérðu maður alltaf að hugsa ég stoppa aldrei Þú bara bullar eitthvað út í eitt Hérðu þið, strákar, það er Sunderland Fulham Þetta er leikur sem er gerðið fyrir alla þá sem er ekki gerðið fyrir háskólanám Put it on the TikTok Hvað segir þið þetta? Ég alveg bæli betur en flestir þeir verður með eitthvað rappball í Austurbæ núna í september þú veitir að mæta á balla, bara frístæla Ég er enda alveg til í það sko Það ekki? Sunderland Fulham setri Ég held sko, Sunderland er ekki eins góður og maður held Þetta verðist að vera Second season. Já, second season dæmi Það er bara eitthvað búin Ég veit, en Fulham með eitthvað svona Real Madrid rjóma Já, best Fulham góður Já, það er svona Fulham góður á Frábær móti Chelsea En Mike, er það bara ég eða eru 37 fyrir eftir Já, það bara einn leikur búinn. Já, en við sjáum samt í Tottenham að það er allt í rústi sko Já, Tottenham sé bara einn leikur búinn En Já. ég ætla ekki að vera að dæma Sunderland eftir einn leik nei Ég er bara í Fulham drón á bet X2 eða eitthvað svo leis Menn segi hérna að Fulham er alltaf að fara að vinna þennan leik segir Já, tjattið einmitt Ég held að þetta fara í jafntefli Þetta er bara jafnteflisleikur Já Men Sunderland voru það frábæra heima allir fyrra Já, og ekki þetta að vannmöta eftir einn leik En auðvitað er second season syndrome og allt þetta En þeir kom upp Það er stemning í Sunderland fullur og öllur Og allir, þú veist, það eru með fína aðdáendur Og þetta var erfiðleikur fúlameldi Ég segi 1-1 þessi Sko það er eitt sem segir að Napoli er heimskulegt að betta á Newcastle minus 1,5 Bæði Newcastle minus 1,5 og Spurs minus 1,5 Ég skil þetta ekki alveg Já, ég get alltaf sagt að þetta er ekki sniðut af því að húsið vinnur þó alltaf Já, þetta er eitthvað fyrir Ekki fara í þetta bara Ég skil þetta ekki alveg fagleg ráðgjöf frá mér Sleppa þessu Sunderland Fulham, þannig að þú ert að sjá bara Fulham Ég? Já Nei, ég er bara að segja 4 sinum í jafntefli sko En það er rétt sjá Ef þú væri með smá fókus Ég er á X2 eða drón og bet Fulham Þú var bara engin fókus Ég er alveg líka hérna Ég vilt ekki ráða þér aðstof Með minnst stjórn í heyra Ríkir menn ráða stundum aðstof Já, ég er að fara það Hann er að nota gerfugreindan í það Hann er með assistant En með við tekjublaði Mike þá á hann ekki defnað aðstof Hvað var í tekjublaðinu? Þetta var ykkur kringum 500 kallinn 500 kallinn Hvað segir þú? Það er 1 gig Hvað segir ég? Fjóruðaskipti Fulham drón og bet eða X2 Og Napoli Ég held að Ég ætla að vera sammála Mike Jafntefli Ég held að Ég var að fara meira í þetta tekjublaði eitthvað Ég er alveg á því að Fulham taki þetta Ég er sammála strákunum Sindra sérstaklega Þetta er smá svona Það er eitthvað að gerast Og Fulham er svona Ég hef alveg sammála Real Madrid feelingur eitthvað Ég meðast í góðurum á Chelsea En ég er ekki þessi Arbeloa og ég hef enga trú á hann Nei, en Gonzalo Garcia Það er ekki oft Mike er þú ekki ofta að fá hrósin Það er eitthvað sem segir hérna Mike veit alltaf best Alltaf X Settum 100 € á hann Þið sjá þetta hann stráka niðri Bullis Mike veit alltaf best Hann er búinn að fá Já, ok Ég sé ekki þetta sko Hann er búinn að fá en þetta var vel gert sko. Alltaf gott þegar menn er að hérna hrósa Þá fyrir við næsta leikstrákar og það er Manchester United Ipswich 15:30 á sunnudegi 7:40 Ipswich Útilokað, Mike? Nei, það er ekki útilokað Því miður 0-1 Já, það er náttúrulega rosalega, þá er Carrick náttúrulega fókin á mánu Nei, það er ekki svoleiðis. Jó, þá er ég mættur út og hann er fókin sko. Já, þið tapaði þessu leik Og tapar ekki Ipswich og Húrlífis í tveim leikjum Það segir sér bara alveg sjálft Auðvitað ertu fókin þá Það verður ekki þá Það er bara það En eigum ekki að segja að við merjum þennan leik En þetta verður ekkit auðvöld sko Jatti blir fókin Ha? Jatti blir fókin Nei, þá hangir hann Auðvitað, þú verður bara vinnanleik Já Þú verður bara svara fyrir ömulega framistöðum síðustu helgi Þú nennir ekki að fá naflan eitthvað svona gæja á bakið þér Ég met þetta þannig United vinnur hann leika, bara hlýtur Já, ég met þetta samt bara 65-35 Þú þar? Já Ég er einhvern veginn allast að þetta sé bara mínus 2,5 United sé eitthvað svo list Það rústu svo bara Já, bara sunnudegi brjálaðir koma vittlusu til leiks Ipswich voru ekkit sérstakir í Championship, en ég veit alveg að bætti þessi mönnum, við erum fína menn núna, það eru komin á lagitismenn, en þetta er samt svona Var hann á eitthvað svaka leikmann núna í gæraði fyrradag sem er orðin löglegur Man ekki nafni á honum Það er bara United, það bara vantar eitthvað á form og þú veist
það er ekki ná mikið kraftur í þessu liði Ipswich veit alveg veikleikana hjá United áður en leikurinn byrja það er svo auðvelt að lesa í veikleikana Ok, en ég bara, þú veist, þeir vinna þetta held ég en það verður það hreinu? United Já, ef þeir vinna þá held ég að halda hreinu Ég held það nefnilega líka Þannig að bæðileg skora nei eða Manchester United sigur og nei það getur verið eitthvað 1-0 sigur, 2-0 sigur Ég fer náttúrulega aldrei neitt svoleiðis Nei, það er allt í góðu En menn þurfi ekki að fylgja mér það er ekki svo ég sé besti bettarinn í heiminum sko. Menn segja hérna, Emerson leikurinn mikli, hvað segir þú? Já, ef ég fæ að svona chip inn í þessu umræði þá er það bara United að fara vallt yfir hennar leik Ég er nú bara alveg samfæruð það að þeir gerðu mistökum mútið Hull Þetta var einhvern veginn, þetta voru erfiðar sem er alveg búin að skýta upp á bak og það er allt í rúst og það er bara stjórnin að springa en þú ert bara, við ætlum að vinna þetta saman og gera þetta Ég vilti fara að gráta eins og ég gera þetta til að kóronda Jú, auðvitað fekkum maður einhverju hótanir þegar hérna Hull og ég fekk alveg ljót skilaboð í Messenger-spjallinu og allt þetta sko En þú varst með -1,5, varst alveg harður á því að myndi taka Höllaran í byrjun í fyrsta leik Var ekki -1? Já, eitthvað Hver tekur við United þegar Carragher er rekinn? Eddie Hó Carragher er ekkert að vera rekinn Hann verður rekinn Nei, United er að fara að vinna Hann er ekkert erindi í þetta United er að fara að vinna Hann er ekkert erindi í þetta Ipswich Hvað er hann búin að þjálfa? Hvað er hann búin að gera? Akkurat Middlesbrough Middlesbrough Gekk fínt þar, svo bara fór það Middlesbrough Þú veist Geta allir þá Middlesbrough í fyrstild sko Vil alveg finna bolta sko En að leiknum sjálfum, við getum ekki verið að tala um eitthvað sem er bara í einhverju hipsimi hérna, einhverju ríki Sömu klippingu sem var 6 ára sko Það er ekki menn út að klippingu Já, hjá menn og bara við sömu klippingu Það er aldrei tekið sjens í lífinu þessi gæi Þú þarft eitthvað gæi sem er til að taka eitthvað sjensa taka eitthvað ákvarðanir og setja punktinn á borðið Hver skafar hjá mann? Konan? Nei, ég fann alltaf skeggsnýrtingu, einu sinni viku Hann er á Hárgrímsstofan í Borgartúni Já, Slefnum Agli Einars Já, ég var að þjálfa hann einu sinni Já, flottugur Já, hann er Lokatala Og hérna, United er höldum áfram að tala um leikinn United er bara að fara að vinna hennar leik Bruno Fernandes er að fara að svara Mike og einhverjum hérna gagnrýnisröddum Já, ég seti þessi kaftin í fantasy Já, það er að því þú veist að hann veit af þessu Jói Berg er búin að senda honum klippuna og hérna, hann mæti trist Þetta er náttúrulega, herðu, þú voru að passa einu Heiminn er miklu minni en hann var Ég er bara ekki að passa með eitt eða neitt Þú passaði það sem þú ert að gjamma út hérna Bruno getur verið bara með Já, mér er bara nákvæmlega saman Ég segi bara Bruno verður að hlusta á hann þáttu eftir eða fara, hérna, útskýr eða þýðingur á Jóa Bergs Já, Bruno Nei, Keli sendir honum þetta Bruno, ef þetta verður þýtt fyrir það eftir drullast í gang Bruno er núna með þetta á skjánum æfingu núna og segja, guys we're gonna shut this guy up for one do that Who's this fat Greek from Iceland? Fat? Bruno, þú að líta svona út 52 ára Svo sjá United með hey, but there's an airplay over here he's always positive and love us he's always positive and support us And who is this guy who's controlling the show? He's unbelievable I heard he got a heart attack but he's still alive Við þurfum bara að vinna hennar leik og Bruno þarf að rífa sig í gang og fleiri var ekki bara Bruno menn þau bara að rífa sig í gang og annars bara beint á bekkinu Vita það best sjálfur Strákar, Aston Villa Arsenal loka leikur á mánuði í Ísa í matinn Ég vona að þú verður með fisk í matinn á mánudaginn, Mike Já, ég verður með það Ertu að fara aftur í kvöld eitthvað að djömið? Nei, ég er að fara að vinna bara Núna? Já, lögði og sundi Já Þetta er ekki að segja þér og Evu, hvað heitir hún? Hvað heitir hún? Eva Rósa Eva Rósa Já, jú, þetta er ruglaðis Þú þarfst 4-8 í gær þannig að þá mætur þú næst kannski á 5. Þetta voru 4 tíma sem þú varst Það var að ná í allan tíman Aston Villa En tekjublaðir, hérna Mike Aston Villa Arsenal 500.000 Við erum allir með 7-stafatölu Er svona kýtli? Nefnilega, erum við ekki báðið með 7-stafatölu að það? Jú, þú varst í hérna kringum með, jú, við erum líka í kringum með lónuna Þetta gefur allt upp Aston Villa Arsenal Þarna er góð stuðull á Arsenal 1.56, herri stuðull heldur á Manchester United og þeir sko debatið núna ættir alltaf að vera bara er Arsenal að fara að rústa sér deild eða er City með Sjerki skemmtilegasta leikmann deildarinnar og Haaland heitan að fara að gefa með einhverja samkeppni Já, ég held það Sérstaklega þeir unnu þarna Bournemouth Svo náður að vinna í gær, þeir urðu að vinna þarna Bournemouth Það var grís, þeir áttu náttúrulega að vinna leikin Það var náttúrulega grís, þeir vinna síðustu sekúndinu og bara Bournemouth leikmaður gleymir sér hérna bara inn í rangstöðu skiluru Þeir vinna leikin sem voru bara að fara að tapa Svo gáttir að vera sáttið 1 stigin á að vinna Mæti í gær, Haaland með 2, Sjerki 2 Fóten er komin inn, þú veist
ég gerir bara kröf á það er bara hangið svona. Sá hvernig boltin var límdu við Sjerki og fótinn lappinnar hann, hvernig dönsu kringum menn. Þeir fengu bara að horfa á HM eins og við. Já. Sem fáránlegt. Ég, Arsenal vinnur bara þennan leik. Ég held að leikmennir ekki, Aston Villa að styrkja sig verulega núna. En ég meina að vera komnir. Aston Villa bara þannig að þeir eru bara óskæfti sjömannabolta. Staðinu núna. Aston Villa eitthvað að miskilis að deild. Þeir þurfa að fara að læra það að deildin byrjar ekki 20. ágúst. Hún byrjar ekki september. Fyrir töpuðustu 5 leikjónum með eitthvað, 4-5. Já, og þá ertu bara farin með einhverja baráttum eitthvað, þeir fórst þetta í meistaradeildina. Já, en þá þarftu bara heldur betur að gera það í gang. Já, og það sama núna, ég minna, fyrsta umferð ekki gott, og móti hverju voru í fyrstu umferð áttur? Aston Villa? Brighton útivelli. Já, 4-0 og rautt spjald. 4-0 í hálfleik. Já, 4-0 í hálfleik. Og þeir þurfa bara að fá þess að leikmenn inn strax, Arsenal heppnar að fá það þarna, Arsenal vinnur, en við getum bara sagt þetta við sitt í menn, við erum ekkert að fara að gefa ykkur eitt eða neitt. Þetta stórmerkilegt, ég held þetta verði, maður getur ekkert annað sagt bara að Arsenal vinni þannig. Hvað stuðullin á -1,5? Ég er alltaf með -2 í El Locos og sjá bara -1,5. Er það kringum 2 eða? 2,56. Það finnst mér mjög vel bóðið. Þetta seðill. Chelsea og já, Arsenal -1,5. Já takk, 8,5. Vá. Þetta er þetta fýtt seðill. Fyrirfram, já. Fólum að þrauti vinn. En ég menna, ég ætla að lesa upp hvernig þeir projekta hérna fremstu 4 með Aston Villa. John McGinn, Ross Barkley, Hemmings og Buendia. Og á miðjunni Kamara og Bogart. Ég setti inn á spjalli, við erum með svona smá fótboltaspjalli í gangi. Ég setti þetta var eina samanbyrjunum það var í síðasta leik og setti inn þessi miðja eða bara þú veist þetta hjá Aston Villa, miðja framlína. Það er bara eitthvað alvarlegt að. Við vorum konum 4-0 undir í hálfleik. Þetta er alvarlega lélegt. Ég var í þessu spjalli og þú hittir alveg naglan á höfuðið. Og ég var gagnrýndur. Settur þú sama í Tottenham-leiknum móti Brentford á þetta spjall? Við erum ekki alltaf í fortíðinni, Mike. Við erum líka Eftir 87 Naflinn svaraði kannski einhver ástæða mér ekki búin í þetta spjall en ég er ekki í þessu spjalli heldur. Þetta er þetta dokk spjalli, ég veit ekki hvað þú ættir að gera það. Ég hef ekki tangað að gera sko en skemmtilegt spjall og þú ert að vera faglegur og ræða öll liðin, ekki bara Aston Villa. Það voru fleiri leik sem drulluðu alveg upp á bak. Því komast í fjölskylduspjalli bara líka. Ég þarf ekki að vera í doggspjalli en það væri mjög gott að komast í fjölskylduspjalli. Það er eitthvað sem mögulega væri gott fyrir 0-2 Arsenal 0-2 Arsenal. Já, 0-2 Arsenal líka. Ég held að þessi Arsenal og bæðileg skora nei. Þú ert jafnvel í 0-3. Já, ég er í 0-3. Já. Það er bara vesen. 1-4, 0-3, eitthvað svona. Eitt í þessu. Þetta er heimaleikur í Aston Villa. Þeir töpuðu hræðilega síðast. Þeir hafa verið að bæta við þessum mönnum núna aðeins. Þeir eru ekki að spila þessi menn. Nei, en þeir eru þú veist að setja press á hópinu annað. Þannig að ég getaði stríkt Arsenal, verði þetta ekki einsmarksigur. Lindelof loka eins. Hvað heldur að John McGinn ætli bara að hlaupi í gegnum vörðinu á Arsenal, bestu vörðinu í deildinni? Er þetta ekki bara nú leitt? Bara keira á niður. Kongurinn? Já, mögulega. Það veit ekki. Jæja, strákar, við hefum nú eftir klukkutíma eftir að marathon þætti og við erum að fara að detti, þannig að leikur að byrja núna 11:30 eftir bara nokkri leikir með þessu. Það er spurning, mér langar ekki reitt. Og því það er leikir að byrja 11:30 núna, gætu við farið í og sett einn örstuttan 11:30 seðil. Já. Ef við byrjum bara á þá bara, þú veist, þetta er bara fast work og bara inn með hann og út með hann og byrjum bara Liverpool, Nottingham Forest, hvað sjáum við þar og herru, gerum eitt Liverpool yfir í hálfleik. Gerum fyrri hálfleikseðil. Já, sammála. Liverpool, Nottingham Forest. Ég segi Liverpool yfir í hálfleik. Liverpool yfir í hálfleik, staðfest. Liverpool, já, vel gert. Næsti leikur, það er í Championship og þá erum við með Derby County Swansea og kannski helst að frétta því að Swansea, þeir eru bara alveg fínir, það voru bara að segja alveg sér. Derby County byrja nú ekki eins og þeir ætluðu sér, ég get lofa ekki að því. Þannig að svona, hvað er eitthvað þarna sem að þið getur... Þú ert sérfræðingur í Championship. Ok, ég get alveg sagt þarna, ef við tökum fyrri áleik, tökum Derby County yfir 0,5. Já, ég er að horfa á þetta líka, ég er sammála þessu. Já, brjálaðar í hálfleik. Förum í, sko, þessi leikur, á eitt sem var að setja inn mikið á spjalla á hans, hvort það væri ekki West Brom sigur. Ég veit ekki, West Brom er alveg búin að vera frábæri. Ég horfði hann á leikarn á sunnudaginn. Já. Það voru frábærir. En ég ætla að segja... Frábærir? Já, það voru frábærir. Og svo töpu er í deildabíðanum fyrir Newcastle. Já, þeir var Newcastle. Það er alveg úrvarsleitalið, sko. En þeir eru búin að vera góður. Ég ætla að segja, herðu, gerum eitt og þetta er bæðis markalið. Tökum eitt sjens á þessu. Yfir 1,5. Ef að setja... Nei, setjum bara yfir 0,5.
að verði mark í fyrirháleik. Já, bara öðru hvort liðinu. Okay. Svo Wolves Stoke, ég held bara Wolves sé bara ég segja bara Wolves yfir í hálfleik. Já, saman. 2-24. Þetta skemmtileg séð. Herðu, gerir mig, taktu út. Nei, ger þetta, taktu út strákar. Það frekar í að Stoke City skora ekki í fyrirháleik. 1-44. Skorar á fyrstu mínútu, allt farið. Ja, allt í lagi. Það er bara 8-18. Viljum við bæta við ykkur úr League 1 eða League 2 eða viljum við hafa þetta? Ég segi bara yfir 0,5 höfum þetta svona, bara yfir 0,5 mörk. Við erum bara komið góðan stuð. Yfir 0,5 mörk í fyrirháleik. Í þættinum eitthvað að þessi byrjað og getum við séð. Stók skoraði ekki, þú fagnar þegar Stók verið ekki. Nei, Stók skoraði bara allt ónýtt. Settu bara yfir 0,5 mörk í fyrirháleik líka þarna. Nei, þetta er flott. Bara hærlega skori. Já, gerum þetta svona. 8-18, 8-13. Nei, setin hann segil í chatið okkar. Ég vil vera onna á hann. Já, ég ætla bara ekki að vera onna á honum. En ég er búin að taka allt og marga svona seðla frá hjemma og það verður ekki eitt dótið. Það er stór hættuveld að hafa með vækaran hérna með þunnan, sko. Ég veit það, en það er komment þarna, legendary þættir, Mæka gjamma í 1,5 klukkustund á meðan hinir hlusta bara, geggja koncept. Ég er nú alltaf búin að segja orðið það, hann er oftur verri. Já, ég hef alltaf búin að segja orðið Nákvæmlega. Býtu, er þetta ekki komið inn að spjallið, strákar, þessi? Ég þvíld að passa mig. Þetta er bara... Mike svona, meðan við erum að býja til þessu segli, og kemur þetta ekki inn í strákar líka fyrir... Já, varandi tekjublaði, já. Þér var svolítið bröðið þegar við sást þess að tölur hjá Hjálmari. Það sjálfsögða með bröðið, það segir sér sjálf, bara eins og allir í þjóðinni. Strákar, þetta er geggjað. Ég hefði haldið þetta var þrefalt herra. Þetta er geggjað. Já, myndi halda það flestir en... Þetta er skemmtilegt líka að gera svona fyrirháleikstemmi. Er það ekki sammála því? Þetta má, þú veist... Jú. Er þið ekkert í fyrirháleiks, hérna... Ég stundum elda því þessu, ég er gaman að þessu. Þá er þetta bara, þú veist, þetta er svona svolítið inn og úti, svo mækjan er ekki svo leið, sko. Já, en ég er meira að fara í seinni háleiks ef það er 0-0 eða eitthvað svo leiðis. Það finnst mér gaman að henda mörg. Já. Þetta er magnað, strákar. Svo er það núna, við höldum áfram, við höfum svolítið eftir og það er eitt hérna, Grassi sendi mér og bað mig að fara í fantasy. Og ef við förum í fantasy hérna inn á síðunni hjá okkur. Það er eitt mjög skemmtilega spesial hann frá 38 umferðir. Hörðu, býtu, hvað er þetta? Já, þetta. Þetta hérna, þessi er góður, special. Saboslæ fær fleiri stig en Morgan Gibbs White. Sammála því. Dewsbury Hall skýtur á markið, eða hvað? Já, sammála því. Já, Oliver Burney. 1 skot á markið. Já. Ég ætla að taka henni seðil, áður en að vera uppseldur. Þetta er klikkaði seðil, hann er að vera uppseldur. Sjáttu þetta 38 umferðir. Þetta er skemmtilegur þáttur í þeim. Þetta er mjög skemmtilegur þáttur, fáralega gott að maður færa átt svona, já, góð pæling í þessu. Já, en það var eitt skrítið samt. Það fengu sérfræðing í fyrstu umferð og það var Hjálmar Örn. Það var eitthvað sérfræðingur fantasy. Talandi að vera brúðið, Mike. Brúðið, ég sá þetta ángríns. Ég sveldist á kaffinu. Já, ég bara keiriði á næsta staur. Ég ekki sagt ykkur eitt að... Sérfræðing. Ég er búin að spila fantasy síðan 1990 eitthvað. En þú ert ekki sérfræðingur í fantasy. Og ég þekki leikinn alveg hægri út og inn. Þú með mikla reynslu. Sindri, eins og öll stólið sem þekkir ítalska boltar, mörg stólið þar. Sem hafa ekki unnið neitt heil lengi að þá er maður samt alltaf respected við skoðum við, maður er alltaf með respected hvenær vannst þú þetta? Napoli vann ekki mörg ár en þau eru alltaf respected þannig að hvenær vannst þú þetta þá? Ég hef ekkert unnið hvað átti ég að vinna fantasy einu? Ég veit ekki bara á Íslandi eða eitthvað? Nei, ég hef ekki nátt því Getur við séð hjá þessum svo þetta ponstu, þú getur farið í eitthvað en þú getur séð rekord þess í gegnum ári. Það er hægt Það var gaman að fletta upp hjá maður þar. Það er virkilega gaman að fylgjast með því, það verður bara síðast Ertu búin að spila þetta, hvenær byrjaði fantasy? Ég spilaði fantasy í fyrst í kernum Match Magazine, þá sendum við liðið ég er búin að segja sögur nokkuð. Hvað er umslagi? Já, sendur bara liðið, sendur umslagi og ég get sagt ykkur eitt að það var þannig að félagi minn, vinnu minn sendi líka liðið inn og svo bara erum við ekkert að fylgjast með þessu, það var ekkert svoleiðis þá. Nei. Svo bara kaupum við blaðið í maí og þá er listinu við þá sem hafa unnið og hann var í öðru seti Sama liðið allan tíman? Allan tíman, hann hefði unnið fantasy en hann hefði verið með einhvern annan varnamann heldur Guðna Bergsson það var með mínus eitthvað stig. En hvað voru margir að keppi í þessu? Bara 500 manns kannski eitthvað, ég veit það ekki þetta var listi, svo ég setti bara aftar sko. Varst þú í 500 seti? Nei, ég var ekkert inn á þessu lista einu sinni sko. Nei, ekki trekar en í dag. Nei, þetta var bara fyndið sko. Þetta var bara pælt í þessu. En fantasy eins og er svo núna hvenær byrjaði það? 2000? Nei, hvenær byrjaði það? Við fáum búlis kannski til að tjekka á því. Ég held að það sé eitthvað stær í kringum Ég sé búin hátt í 25 ári 2004 eða eitthvað svoleið sko. Það er góð spurning sko. 2002 lands. Já.
Pæli, það voru 24 ára. Ég byrjaði 2007 held ég. Já, ég búin að vera upp á pæli í söllu og skoða þetta. Já, og alltaf ertu neðstur. Var þetta svona í skóla hjá þér líka? Alltaf að pæla og hafa fyrir þessu. En getum við séð hérna, getum við farið í bara... Ef hjammi fer að standa í fantasy líka til þannig auka klukkutum í sólregnum. Herðu, þetta þetta hrikalega góða punktur. Var að búin að fá amma á þessi, strákar? Nei, hendum amma á þetta. Það er alltaf gaman þegar menn tak eftir því sem maður leggur á sig. Hrósa þér. Sjátt á þættina. Þetta er alveg geggjað að vera með gauðra sem eru náttúrulega pæli í þessu. Eins og ég segi, menn eru alltaf sérfræðingar því sem eru að skoða sjálfur. Þetta var skemmtilegt með Brynborgina. Já, bílasöluna. Já, bílasöluna. Og talandum Brynborg, ég svona að virðingu við þig, kom ég í Brynborg á bólnum. Já, þetta er vel gert. Sjáu þetta. Þetta finnst mér skemmtilegt, vel gert. Takk, Nafli. Strákar, við eigum svolítið mikið að leikjum eftir. Við erum að halda áfram og nú fara náttúrulega hinn leikin að byrja og svona og það eru hérna, sko, það er náttúrulega Já, sjáu þetta. Það er Búlis special. Snýst ekki allt Hjálmar Örn í þessu þætti, Búlis eru líka með seðil. Það er síðasti séns að ná þessum. Allt snúist hann í það. Bæðileg skora. Ég er svo ótrúlega lítið hrifinn af þessu. Ég held að Nottingham fór að skora ekkert. Alexander Isak skora venilegt tíma. Já. Fritz, já. Fritz. Virts. Bjarni Fritz. Fritz. Ekki Jósef Fritz. Varst að hugsa hann? Það má eiginlega satt segja að Fritz er búin að vera svolítið í kjallara. Florian Virts. Fritzarinn maður. Jair Póla, leikmaður fær spjald í leiknum. Já. Ég er samt, ég held að Siggi sem alveg saman á mér, ég held að hann var verið þingaður í hann að segja að þetta er nú ekki bæðileg skora. Jú, ég sé bara ekki Nottingham að skora. Ég ætla 3-1. Já, Leopold-vörðinni, þeir gefa mörki öllum leikjum. Þetta er flottur segið til Búlis. Já. Hann ætlaði að setja spjöld og svona einstakar leikmenn alltaf gaml, en hérna... Ég þekki ekki hérna hvaða gæði er þetta? Hann er búin að spila 2 leiki og fá guld í báða. Þetta er svona Ugart leikmaður. Spila bara til að segja gulluspjöldin. Nema Ugart er alltaf mittur. Þeir eru að spila að fara guld. Þetta er marathon þáttur og við erum með... Hvað tíma myndir þú hlaupa marathon á hjá mig heldur? Hvað er heimsmetið? Heimsmetið, 2 tímar? 2 tímar? Nei, marathon. 2 eitthvað, 2:30. Já, marathon, 42 kilometrar. Það var eitthvað gauður að leina að hlaupið undir 2. Ég labbaði 3 kilometrar í gær á 2 klukkutímum og ég þurfti að taka leigubíl í restina. Ég var algjörlega búinn. Hvert varst að labba? Ég var að labba bara frá miðbænum og eftir gigið og heim og ég kom hjá Advani á þar og þá sá ég leigubíl og ég sagði, þú verður að skvilla með restina sko. Býtu, þú varst bara í hörpu, þetta er bara, þú varst bara að labba sæbröðina heim. En það er allt annað. Þetta eru menn sem hafa verið í íþróttum, því sem það kannski ekkert verið svo mikið í íþróttum, að líka bara ykkur alveg í lagi. En ég er að segja bara þið, ekkert endilega þið tveir. Það er strax bara ykkur. Bara bentur okkur þið sem hafi ekki verið í íþróttum. Kallar þetta alveg alla íþróttir að sitja á bekknum með að vera í marki, sko. Þannig að líka minn er allir einhvern veginn brenglaður. Ég er að drepast í hnénu. Brenglaður eftir hvað? Eftir hvað? Eftir hvað er líka með þinn brenglaður? Eftir bara fótbolta og annað ekki teikt. Fótbolta? Glemdur að teygja? Já, alls konar. Þú varst aldrei eitt fótboltamaður. Strákar, var ég með ketilbjöldur á leiknum á leiðinni? Nei, þetta er ekki. Það var ekki svo gott. Ég ber respekt fyrir þér að ná að labba 3 kilometra. Forrest skora alltaf eftir fyrirgjöf. Mér finnst það gott. Vesti seðil sem ég hef séð, Búlis, Liverpool, hvað sem þetta er hana? Eiga ekkert í þetta. Vesti seðil sem ég séð, Búlis, Liverpool, ekkert í þetta. Búlis eiga líka heiters. Já, þeir eiga heiters. Já, þeir eiga nóg. Þeir er náttúrulega búin að vera á svolítið high flyers. Hvað voru margir í þjóðmálum? Þeir eru búin að sleppa vel. Já, þeir voru með 1000 manna gigg í gær. Þjóðmálum. Í Háskólabíó. Já, pæli í þessu. Bara að fara í ESB. Róðfullt Háskólabíó. Málið með unga entrepreneurs, þeir eiga alltaf haters. Það er bara svolítið. Já. Sindri þekkir það. Og þú þekkir það nú nafnið, því stærri sem verður. Já, það er bara þannig. Þetta er bensínið. Þið vekjar klukkan. Það er ekki stækka mikið síðan í Gittustórum. Strákar, eitt er nót, við erum með Sindraðina, sem er náttúrulega þekkir ítalska boltaninn nót. Já. Það væri svolítið gaman að fá svona þitt take á þetta. Fáið stórleiki þessar upp? Já, sko. Það var ekki til síðustu, sko. Nei, það er engin stórleikir. Rúben Amorim, hann er náttúrulega bara að grípa alla fyrirsagnir. Þeir kunna þetta á Ítalíu. Jú, það er enda stórleikur. Napoli Como. Já, það er stórleikur. Sko, Napoli náttúrulega búin að gera eiginlega ekkert á markanum. Þeir eru bara sama lið, þetta mætti með Allegri. Como búið að bæti í. Lukaku farinn. Já, Lukaku farinn, já, vissulega. Seldum hann á 6 miljónur evra. En
Þetta er bara mjög jafn leikur. Allegri mættu náttúrulega. Já, ég veit það. Allegri byrjar að þjóla Napoli. Já, en sem náttúrulega sigursælasti stjóri En samt allir þessi stjórar á Ítalíu sem eitthvað nöfn, þeir þjálfa alltaf öll liðin. Ég veit það. Hvernig virkar þetta eiginlega? Þetta er bara einhver ringegi hann að hafa. Þetta er ótrúlegt. Já, það fara bara allar ringin. En þú sér það eins og Spalletti, hann var að þjálfa Napoli. Hvað er hann núna? Hann er á Juventus. Og hann er með Napoli tattu og örgulega Róma tattu hérna með. Þetta er alveg ótrúlega fyndið. Einhver annar, maður kannski bara eitthvað að rugla, en einhver önnur deild sem svona mikið Nei. Þetta er kannski svona Hvar er okkar maður Conte núna? Í fríi? Hann tekur alltaf fríin á milli svo mætir hann eitthvað þessu liðum og alveg brjála tekur AC Milan núna þegar Amarinn fer að drulla upp á bak. Er þetta ekki svolítið handboltalegt á Íslandi, Mike? Þetta er Gunni Maggi búin að þjálfa Hauka, þetta er mjög svipað. Þetta er það sem er verið að gaggrana Ítalíu fyrir að vera staðnaðir í fótbolta að þeir leyfi ekki til dæmis börnum meira einstaklingsfrelsi þeir byrja strax að kenna kerfi þeir eru 8 ára eða 9 ára í staðin fyrir að leifa þeim bara sóla og leika sér og hafa gaman og eins og núna efnilegasti ungi leikmann í Napoli er 23 ára Antonio Vergara kom inn á síðasta leik með Kevin De Bruyne og þeir breyttu leiknum skoruðu báðir, lögðu upp fyrir hvern annan og hann er 23 ára hann er viðtal núna bara hann er að fá sjensin en það sem Amorim er að gera hann er að setja unga leikmenn í lið á Milan hann er búin með 18-19 ára stráka í liðinu fyrstu leikjunum þannig að þetta er sem þarf fyrir ítalska fótbolta að gefa ungu leikmennu sjens að þeir eru ekki að komast á stórmót og landsliðara er hörmulegt Við förum alltaf á EM næst svo þar næst höldu við það þannig að við verðum það líka Djöfull leit samt Ramos vel út í fyrsta leiknum á Tórun ég sá hann skoraði nefnilega gerð sko hann lítur vel Ramos, en má ég spyrja þig hjá mig þegar þú varst á þessum aldrei 8-9 ára tala um Ítalíu varst þú settur í þetta festa sóla eða varst þú settur í þetta form ég var ekkert í sóla fórst bara beint í formin Jó, Sindri, það er geggjað á Sindra, það þekkir þetta annir nót. Ég þóra eiginlega ekki að snerta á þessu Napoli-leik. Ég held þetta að vera undirleikur, að því að Allegri ætla bara ekki að fá þessi mark og pakkar í vörn. Fabregas er náttúrulega komin með miklu skemmtilegri fótbolta, þannig að þeir munu vera meira með boltan og þetta fer vel í taugarnar á stundismennu Napoli að það sé ekkert að gerast á markanum. Þeir eru brjálar yfir þessu. Laurentis lofaði þegar Allegri kom og hann myndi fá 100 milljónir evru alltaf eyða, það er ekki bara að eyða neinu. Og ekki þarf að spá í henni leikmannum. Fengum Badia Shield frá Chelsea og hann kom haldrand inn á blaðamannafundin alltaf meitlis hann haldraði inn á blaðamannafundin hann kom út úr svona vaffbenn svörtum haldraði inn En er ekkert verið að tala um einu leikmanni? Já, verið að tala um Voldemati frá Newcastle nema hann kostar 10 milljónir evra á árið eitthvað í laun og þeir eru ekki að borga Newcastle líka keypt hann 50 milljónir Já, svo ætlum við að reyna að fá Gabriel Jesus það er ennþá að vinna í því keypt hann á helling Sko Sindri, ég mætti ekki reitt getur þú gert eitt seðil ítalska í dag? Í dag, það er mjög erfitt Já, en ég legg þetta verkefni fyrir þetta er bara því ekki að segja nei við kennana Nei, Juventus Það er bara erfitt Þú ferð þá bara upp í næsta bæ Þetta virkar ekki þannig Þetta eru erfið leikir Sko, þetta eru erfið leikir Fiorentina vinnur Fiorentina er að fara að vinna Albert verður líklega ekki með Það er eitthvað skrítið í gangi þar Hvað er það, Sindri? Ég get ekki talað það Juventus er að fara að vinna Mínus 1,5 Já Vinna 2-0 Jú Ég ætla að segja -1 því ég er alltaf svo konservativ -1,5 fyrir mækaran Ekki? Jú Flott Já, þeir vinna 2-0 Já, og þriðji í dag Nei, þetta eru ómögulega Both team to score, Sassuolo og Torino Já, það er engin mörk í þessu leik Hver er að skora í þessu lið? Sjö, 1,79 Já Yfir 1,5 eða yfir 2 mörk Já, þú ræðir þessu áhört Yfir 2, svona Já, sjá þetta Þetta er ekki lengur seld í dag Já En ég hefði alltaf farið á sko Roma, Inter, Juve Þau eru öll að fara að vinna Roma, Inter, Juve Ef þú tækir eitt svona bara yfir deildina Roma, Inter, Juve Ég mun setja Lecce Má ég sjá Lecce plus 1,5 Ég get alveg sagt okkur það Ég er náttúrulega mestir Rómaður í Íslandi að Róma vinnur hann að leik eða vinnan og vinnar hann 0-1 Okkur takar ekki bara Lecce á allt yfir Byrja á mötu 4-10, 4-0 plus 1,5 og Lecce Já, en okkur ekki bara Róma 2-0 er betri stöðu til þannig að Róma vinni Já, en okkur ekki Róma bara 2-0 Þið vinnum ekki 2-0 Nei, þú veist, okkur ekki Af hverju ekki? Að ég er að segja það Já, en þú veist, hvað er það? Er það eitthvað, þú veist, er þetta ekta Róma að tapa Skoða bara síðan hvað unnumarka leiki 1-0 Við bara erum með góða vörn, við erum ekki að skora mikið og þetta er gert að síðast leika móti ömulegu Fiorentina liði þá erum við bara að fara að merja þennan og ef við skorum 1-0 þá læsum við oftast Jú, gæti komið eitthvað mark á síðustu mínútunni Ég er bara að velta þessu fyrir mér Út að velta steinum En þú ert sérfræðingur í Róma Ég er sérfræðingur í þessu öllu Þess vegna ertu með mig hérna
Ok, Maður haldi það Monza Udinese Nú bara að koma í Róma Strákar, Þú ert þetta bara út á Ég Róma. elska þetta, Sindri Monza Udinese, korrekt skor 0-0 Ég meina það er alveg bara líklegt. Það geta alveg verið, sko. Taka bara 0-0 og alla leikina og kannski þetta En maður skilur, ég var sammála Sindra maður skilur samt ekki alveg þetta ítalska dæmi Þú veist, þú vorum að tala um Gabriel Jesus Þú vorum að tala um Sirkse Einhver liðan sem, einhver gæði sem fór ekki að sjá völlin á Englandi Sirkse er náttúrulega ekkert gamall en Gabriel Jesus kom með þess besta Þá koma þessi stóru lið Þeir geta bara labba til Milan og fara bara heima þar skilur og verið bara í AC Milan eða Inter eða Napoli Þú veist Þetta er ekki nógu gott. Nei, Þessi gæjar er ekkert að breyk þarna. Já, meðan fá ungir ítalski leikmenn ekki að sjá föllin. Akkurat, þú veist. Það er alltaf að ná í þessu. Þetta er ótrúlega fyrir Það myndi styrkja öllu á Ítalíu að fá riffilinn samt. Sirksi. Já, fá riffilinn. Já, ég kalla hann riffilinn. Við kallum hann riffilinn og En ég held að það eru besta sem Milan gætt gert þar að losa sig við Rafael Leo. Hann endaði í hvað, Fenerbahce? Já, eitthvað líka. Tyrkland allan. Hef Galatasaray? Já, var það ekki? Jú, Gala. Herðu, það er verið að tala um neðri boltan. Nú fyrir við í aðra deild á Íslandi og þar er náttúrulega með, já allavega veit ég að mækarinn veit nú allt um þetta. Fekkst hann ekki bara til að tala um Róma? Já, og svo Víking Ólafsvík. Ég og Mike getum alveg tekið klukktíma þátt bara um Róma og Napoli. Já, það er þetta bara um tvölið, sko. Það er ekkert mál. Special. Það er að horfa? Ég myndi að horfa. Víkingur, auðvitað. Víkingur og Haukar, okkur eru Haukar með 2-18. Það því að þeir eru búin að komnir upp. Þunnir. Komnir upp. Víkingur og er samt ekki að fara upp, sérst þetta Kári vann í, þú veist, þeir voru ekkert að leiðin upp Víkingur og en þeir áttu smá séns fyrir þessu umferð, en þess að Kári vann í gæra þá var það farið. Þetta eru mjög erfiði leikir núna. Mótsjóð er ekki mikið. Já, gæri svo Jonni Bardal hljóta bara að fá frí þarna. Það er margt ólíklegri í lífinu. Bardal er alveg ágættur í fótbolta. Hann er frábær. Hann er frábær í fótbolta. Mér skilst það að ég er að hugsa um að hætta. Ég er ekki sem hann enn í fyrstdeildinni. Hann er besti maðurinn í þessari deild. Ég er búin að þekka Jónatan Bardal lengi. Hann og Viðar. Hann hætti okkur einast ári. Og hann er ekki að fara að hætta. Hann getur alveg farið í bestu bara morgun. Já, það er gaman að fá hann aftur í HK. Hann er þetta að fræga marka mútið Káir þegar hann vippar yfir beiti og sussar síðan á menn. Geggjaðir þeim. Við sjá þetta, eru komið gögn hérna, hvað séru? Síðustu 10 leikir á Vingur og Haukar. Vingur Ólafsvík unni 5 sinnum. Það er bara ekkert að marka. Ég er búin að vera með þeim í deild þessu liðum, í hluta þessu leikjum. Víkingur Ólafsvík með miklu betra lið en ekki í dag. Og Gaui Lís er móðurfokkur, sko. Ég held að þú veist, ég get alveg bara að fara ég myndi bara eiginlega láta henn að leika eiga sig, sko. En ég held að mér það er líkilegt að Haukarnir vinna það bara, sko. Inside information, menn segja hérna að Haukar eru með bjelið inn á. Þá er þetta 1x ef að þeir eru með það. Vonandi verður góður uppbótartími í þessu leik og Gaui Lís komist ekki á kjörstað. En það er annar mál. Hann þarf að rífa sig í gang þar, Gaui, og það hlusta núna á leiðinni til Ólafsvíkur. Rífa sig í gang. En það er alveg rétt sér, hann er motherfucker, hann alltaf spilaði með hann um Val og ég sjaldan hitt rugglaðir menn. Mér finnst hann algjörlega geggjaður. Já, frábær, en ég gerði eins og það mistök að hann með eitthvað nýja takkaskó, ég tegði mig svona í skóin, tók einn, hann tók hinn skóin og lamdi mig í höndina. Aldrei snerta skóna mína. Nei. Ég er bara aldrei heitt svona. Það er líka að lemja markurinn í höndina. Ég er bara aldrei lendið yfir eins. Ég er búin að fara á 3 leiki með Haukum í sumar, ótrúlega sé. Frendi konunar er að spila þarna. Og ég verð að segja alveg svo þér, sko, að... Skoða tungur á hann að bli. Og ég líka sé fyrir að spila, ég sé Þróttunar að spila. Ég sé samt alveg rosalega munur á efstu liðunum í Lengju og svo efstu liðunum í þessar deild, í annar deild. Það er rosalega munur. Eðlilega. Það er heilt deild þannig... Já, það er rosalega munur. Þú veist, þeir þeirra styrkja sér verulega eða allar sér upp, sko. Eða allar sér í baróttu eitthvað í samt ekki, sko, þú veist, sjáðu Gróttu bara og Vestra á þessi lið, menn að Haukar ekki liðlega lið en þau eru bara í miðja fyrstu deild. Já, þeir er alltaf upp, þeir eru að styrkja sig, en ef þau myndi halda þessu leikmönnum, ég held að Pablo taki 1 ári viðbót, Einar Karl er búin að framlengja og Jonni Bardal alltaf mjög mikilvægur og svo styrkja þessum 2-3 leikmenn, þá er þetta Haukar getur unni flest lið í fyrstu deild. Ég fari ekki upp, held ég, en annars stöður en sko, eitt er þeir búin að fara þá sendi á Epic á Instagram. En ég held að Haukarnir, ef þeir mæta ekki með þessi besta lið, þá held ég að Víking og Ólafsvík taki nú alltaf eitthvað út úr þessu leik. Ok, en við líka smíða bara seðil úr þessum 4 leik. Já, myndi ég gera...
Nafli, Það er eiginlega Nafli og Mike sem eru svolítið góður í þessu. Komum með þetta. 1x á Víking Ólafsvík. En ef ekki bara fara í mörkin í þessu Víking Ólafsvík haugardæmi yfir í mörkum? Ég þarf ekki að fara yfir 3 eða 3,5 eða eitthvað. Já, þetta er endar Grassi veit það alveg, Grassi lætur ekkert plata sig. Nei, höldum okkur eins og Mike talaði bara. Já, ég meina það er einhverjir gæjar á tjattunum að segja að Haukarnir sé ekki með þessu besta lið. Já. En það geta menn líka alveg beðið til rúmlega 1 með að setja á þetta og sjá þið byrjunarliðin. Hvað er 1x? Víkingur Ólafsvík? Setið í seðil. Já, við tökum það og sér fyrir við Kormák Kvöt KFA. Já, x2, ég held að KFA tap ekki. Þeir eru að enda þetta vel. Þeir verði eiginlega að gera, þeir eru búin að drulla upp á baki í sumar en þeir verði eiginlega að gera það. Og Kormák Kvöt er svona lið sem er hættir og menn ætla að setja eitthvað stakt, þá myndi ég alveg skoða að setja KFA myndi vinna hennar leik vegna þess að ég held að Kormák er svona lið sem að þeir eru konið undanúrslit í þessum bikar þeir eru bara að biðja til honum sko. En ég finnst X2, Selfoss vinna alltaf. Þeir verða að vinna. Þeir myndi tapa óvænt í dag, þá bara Kári komið yfir þá sko. Mínus 1,5 á Selfoss. Já, ég held að vinna þetta 2-0. Ég er sammála. Mínus 1,5 á Selfoss. Síðan er í rauninni sko alvöru leikur í Dallas. Dalvík vinnur. Þetta er, og þá í rauninni kveðja þeir falldraun. Ég er sammála því, Dalvík vinnur þetta heimaðalli. Þeir eru bara konið í brjálaða fallbáru þegar þeir tapir þessu leik. En KFG er náttúrulega búin að vinna 2 leiki í röð og er að berjast til lífið sínu og fara í sko og setja alvöru pressu á Dalvík eða vinna hennar leik. Þeir gera það. Og Þróttu Vogum líka sko. Já, einmitt. Flottur seðill Já, 7,5 7,53. Við erum að fá allar að seðla inn í eldhúsi svo. Það er enda góðbundur. Eða ekki? Eldhús og Instagramið er ekki þar, þá getur þið tjóna okkur þar. Já, mælum eldhúsinu. Epic eldhúsið á Instagram. Það er Ólafur Fjellsteð, það er 100 € Ólafur Fjellsteð, hann er borgnesingur og tekur svolítið svona Vesturlandið fyrir okkur. Hann hefur gert það. Já, vel gert Ólafur. Það er skemmtilegur Kongur, já, Fjellsteð. Oliver. Ég þekki hann. Óli Fjell. Óli Fjell. Óli Fjellsteð. Óli Fjellsteð. Já, Oliver, já. Fjellsteð. Kallaður The Fjell. Kallaður The Fjell. Eitthvað svolítið, The Fjell. Það gengur undir mörgunum. Höttur Ímir, er eitthvað þarna? Ég er alveg lost þarna, ég verður bara að segja alveg sér. Já, ég hef séð Hött spila á Egilsstöðum núna í sumar. Já, þetta er gæði sem fylgist með. Fylgir vel út allt. Já, og Ímir einhvern veginn að fara til Egilsstaði og fara að gera eitthvað. Ímir fellur auðvitað tap í dag. Já, það er svakalegt líka. Var ekki Ríkki G, hvernig mann þjálfari í... Nei, það var Léttir. Var það Léttir. Mike, nokkur orðum þann tíma Rikka í þjálfun hjá Létti. Nokkur orðum það. Hefur Rikki átt að vera lengur í þjálfun? Nei. Held ég. Var þetta ekki bara hæfilega tími? Jú, hann náði ágætt sáragræða með Létti. Mér skilst hann að vera helviti harður. Já. Hann var auðvitað blöð á hæri kantinn. Já. Ímir. Já. Þetta er nú bara alveg leik. K.A. vann Árbæ í gær. Já. Þannig að það var sterkur sigur. Þetta er eitthvað niður, Höttu verður að vera þarna maður. Hvað vittlis er þetta? Má sjá, já, þetta flott hjá okkur stakkur. Má sjá. Já, KF er klárt, Sindri er klárt, Björn Daniel er búin að rífa þá vel upp í síðustu leikjum. Já. Höttur vinnur Ími. Það er svo gaman líka. Og tryggja sig. Höttur vinnur Ími. Já. KF Sindri. Já, ómögulegt að segja. Ef eitthvað er held ég að Sindri vinni KF. Já, bælið skora. Já, það er ekki stuðl. Stráka, það var einn að senda. Þetta verður eitthvað marka veistla á KF. Það var alltaf endur. Já, yfir 3,5. Já. Tökum það. Mjög skemmtilega leikmenn í KF. Þetta verður eitthvað... KF Augnablik. Já, Augnablik auðvitað í bullandi fallbaráttu líka. Já, vandamáli við Augnablik það. Það er náttúrulega fyllibittuklúbbur, sko. Ímismenn voru litlir í sér á flugvöldunum aðan, segir þetta. Já, Augnablik, þetta er náttúrulega fyllibittuklúbbar, sko. Það málega það, ef Augnablik verður í fallbaráttu í loka umferðinni, hlustuðu nú, nú er ég búin að fara eins takast lengra, þeir eru náttúrulega í fallbaráttu. Ef þeir eru í fallbaráttu í loka umferðinni, þá er loka umferðin á laugardegi. Og þeir eru eitthvað útileik þá held ég, en úrslitaleikurinn í bikarnum Breiðablik Afturhalding var á föstudagskvöldinu og fyllibittur vilja fá sér kaldan, þú þekkið það nafli yfir úrslitaleiki í bikar og hausinn er komið þarna, hvað er að gera? Þeir verða að búin að græja svo úr fallbaráttunni fyrir en að leika það á laugardaginn. Þannig er engin kaldur á föstudaginn. Þannig er sko, hann er Mike búin að hugsa. Ég var að fá sent eitt sem ég held að Augnablik taki óvænt þarna eitthvað. Klárum þetta bara strax, það er bara 2 mínútur í hann að lotta eitthvað fórhastleik. Ég var að fá sent eitt sem ég langar að bera undir ykkur bara. X2. Plus 1,5 Augnablik. Það er bara mínútur leikin. Farið þessi notta eitthvað fórhast Liverpool notta eitthvað fórhast. Sjá þetta eins. Ég fekk þetta sent og ég ætla að velta steinu með þetta.
Það farið hann í Betbuilder og farið í Betbuilder já, það að klára hana farið í Betbuilder hana og farið í fyrsti markaskorri. Hvað, dreymdi þið eitthvað í nótt? Nei, þetta ekki það, ég var að fá sent. Það var að fá sent? Já. Eitthvað frændiðin? Já, þetta svolítið, ég var klókt, farið hérna niður. Alexander Isak, fyrsti markaskorri. Fyrsta hot, farið í spesiala. Farið upp. Þetta bara svo tímasprengja. Niður. Það bara tens. Og farið í fyrsta hotnið, Liverpool, og þú skor fyrst Liverpool. Ítta á þetta. Og fyrsta hotnið. Þetta alltaf... Nei, byrju, Þetta enda skor först og fyrsta markið, skrítið. Já, ok. Ég fekk þetta allan að sent. Já, einmitt, 6,5. Þetta ekki eitthvað sem getur gerst? Þetta gæti þetta gerst. Getur allt gerst. En á stuðli 6,5 þetta ekki eitthvað mjög spennandi. Eða þú veist, þetta getur allt gerst. Þetta getur allt gerst. Já. Mér varst að bara fyndi út í að vara að senda þetta og leikurinn að byrja. Það getur allan haft þetta bak við eira, það eitthvað að núti með þetta. Fannst þetta fyndið? Já, bara skemmtilegt. Bara finnst þetta. Vist ekkert fyndið, en vonandi bara dettur þetta? Já, sjáum bara til. Strákar, þetta áhugavert. Ekki mikið sexapíl yfir þessu þjálfari hjá okkur, Sindri? Nei, en við skulum bara dæma hann af árangrunum. Nú förum við á sigurrönn og þá verður hann sexy. Nú býtu þú varst eitthvað með heilu ræðinu það að Carrick var ekki nóg góður að því hann er með sömu klippingu svo einhvern veginn má ekki tala að hann sé ljótur þjálfari Liverpool. Ég sagði ekki ljótur, ég sagði það er ekkert sexapíl. Lítið sexapíl. Sindri besta, þetta geðveikt. Ég elska þegar Sindri fer í the craziness. Það já og yfir bara í öllum. Já og yfir í öllum. Þetta rosalegt. En þessi deildi búin að vera svona. Þetta búin að vera svona. Já, svo kemur alltaf einn leikur sem að vera 1-0. Þessi set mun aldrei þetta, út af því að kemur alltaf einn leikur sem að munið eða líka. Skrýtlega að mækarum skulle vera svona neikvæður. Þetta út í kartir. 23 stuð, já. Þetta er alveg dottið. Þetta? Já. Hvar þetta helst? Ég held þetta í... Íbjöfa Þór 2-1. Ég skítrættur við hérna í efsta leikin. F.A. Keflavík 2-1 öðru hvernig meginn. Já, bara þetta er 1-0 2-0. Bara 1 meðan það KR Víkingsleik fyrir möstu tíðan, rísa leikur rísa leikur. Men getur við fengið að sjá bara hvernig öndes í honum bara, þú veist, gæti orðið Fyrri leikur var öndes, það er eini leikur sem KR ekki var skori KR ekki spiluð allt öðru í þessi fótbolti í þeim leikaldur en öllum öðrum í þessu. Hælið samt í því. Ég held samt að gera það ekki núna. Sjáu í línuna, sjáu þetta 3, 4-0-2. En hvað ætlar að gera þetta? Fara þungur á undir 4 mörk? Nei, ég var bara að hugsa, þú veist, er þetta ekki leikur sem getur verið lokaðari? Nei, ég held ekki. Þeir eru ekki bara að gera þetta aftur. Ég sammála hjá maður, 2 bestu liðin á Íslandi, það á þetta bara að truflaðu stuðul. Þú þarft stundum að virða sportið, sko. Þetta á að vera truflaðu stuðul undir 4 mörk. Fyrri leikur er fótt 2-0 og var lokaður að mestu leiti. KR ekki að loka honum. Ég heyrði nú í Óskar í vikunni og ég svona, mér heyrðist á honum að hann var ekki að fara í sömu spilamennskuna í fyrirleiknum. Nei, hann er að fara held ég all-in í þessum leik. Hann er egokall og hann dýrkar að sé vera að tala um öll þessi mörk og þeir eru svo skemmtilegir og þeir spila enga vörn og það er endast á mörkum og það er alltaf gaman. Hann dýrkar þetta, hann nærist á þessu og hann ætlar all-in í hennar leik og þetta verður bara fullt af mörkum. Hann heldur gleymt þessu undir rugli strax. Já, Jón Skarp segir og Keflavík fari nú að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna svo ég geti tekið loksins upplýsta ákvörðunum það hvað ég á að kjósa. Já, ég menna Mike hefur ekkert fengið að tala í þessu þætti. Nei, ég hef nú ekkert verið að tala eitthvað meira heldur en því í þessu þætti en ég veit ekki hvað það er en ég get alveg bara sagt ykkur að kjósa nei því að við nennum ekki þessu ESB-dæmingar til Íslands og þetta vil ekki að taka ykkur 15-20 ára og veist ekkert, sko, ykkur pakka, sko, bara einhver aðra pakkar, það koma jól og það koma jólapakkar og annað. Já, er þessi pakki ekki í sellofanni? Er ekki gegnsæs? Og ég held sér bara komin tími til að Þorgerður Katrín fara að gera eitthvað annað, skilurðu, þú veist, og ef þetta verður slæmt fyrir jáið í kvöld og þá er hérna þá lítur hún að fara að gera það Verður ríkisstjórnin fallin fyrir 31. desember 2006? Nei, ég held hún falli ekki, Kristjórn er bara það sterk og þetta er líka bara valdarsjúkt lið, þau eru ekkert að fara að gefa eftir völdin sín Nei, þú þarft alltaf bara að gera eitthvað samt, sko það er eitthvað að fara að gera, þá mæti ég vinnun að gera eitthvað hjá mig það ekki það, sko þannig ástæða verið kannski hann með þess að 500-600 ég teki blaðinu, sko eftir þess að 3 km göngu hana shit en ég meina stuðull nei 1.45 Já, þetta hefur hríðlækkað síðustu 2 daga en verður þetta ekki þokkalega jafnt? Er þetta ekki 55-45? En ég segi alltaf veðmála sigurnar vita best Já, ég samla því það er bara einhver ástæða fyrir þessu en það er komið í 3.10 þetta var í 2.20 besta valjúið er nei yfir 54,5 Já
Það er besta valjúið. Í sammála því. Er reyndar eitt sem að ég kann að meta þetta, en menn eru svona aðeins inn í þessu sko, það sé að hversan er Betsy búin að vera svona lengi í frí. Ég þarf að fara að heyra í Betsy, en ég er bara með hann á okkur WhatsApp og ég ekkert hver þetta er. Þannig að það er spurning hvort ég ætti að ræsa Betsy. Var kannski ekki ástæðan fyrir að Betsy það var alveg dæmi. Tapaði eitthvað 12-13 Betsy með röð. Nei, og var kannski sett í ævilangt frí, var það ekki kannski svona stærsta ástæðan? En kristalkúlan, hún fer ekkert í frí. Kristalkúlan fer ekkert í frí. Nei, því líkt rönn þar. Svona inn á milli. Já, en þú veist. Allt í óþökk hjamma. Já, nei, ég gagnrýndi kristalkúlan fyrir að vera alltaf með stuðul 1,16 eða eitthvað líka, sko. Það var ekki veit spennandi, en á móti hún að gera sér í gang og gera gott mót. Keli er alveg faralega. Eru mólar ekki brauð? Leopold er komin á stað, við erum að byrja til fyrsta hotninu og tökum 50 deildin á meðan. Já, alveg rétt, já. Það er nefnilega núna úrslitakeppnin í 50 deildinni sem er nú alltaf skemmtileg. Pældi, það var þriðja deild og hún í 50. Ég ætla ekki að... Þetta var nefnilega gaman í þriðja deild. Ég ætla ekki að gera lítið úr þessu, neinum fótbolta, það er allir að spila fótbolta, en er þetta ekki bara Karlsberg-deildin eitthvað svoleiðis, eða? Er þetta ekki bara eitthvað svona... Nei. Þú voru að passa, sorry. Já, er þið þessar deild? Já, þeir. Fúlis er þessar deild. Þeir í þessari deild og Súr Sorga sagði... En er þetta sjömannabolti eða 11 inn á? Þetta er ekki bóladeildin, þetta Þeir eru miðja deild af það, sko. 5. deild. Já, þeir eru miðja deild. Er þetta á 7. deild að það er besta deild? Það er utan deild, 7. deild. Já, ok, en besta deild... Þeir fara, er ekki konið þangað, þeir eru nær henni heldur en 4. deild. Þekkið þið eitthvað í þessu, eins og Smári í Hamrani, þekkið þið þetta eitthvað? Nei, en það er alltaf ótrúlega að sjá Þessi er náttúrulega skallagrimu. væntanlega búin að fara 8 leiki hjá Hömrunum í vetur. Já, ég sé meira af Smára og auðvitað huga hjá Þorlóki, en Já, Þorlákur er náttúrulega faralega flottir. Já. En hvernig getur Smári verið á Stokkserinn, ekki Þorlákur? Hefur þetta eitthvað með þjálfun að gera? Hvað meinur? Að Þorlákur sé ekki þarna, en Stokkseri og Smári? Já, auðvitað líka bara, en þú veist... Það var víst eitthvað hjá Þorláki, eitthvað innan hús vesens í byrjun tíðanbils. Ég með vonda frétti fyrir þig, Stók er búin að skora. Hvað sagði ég? Nei. Ég sagði ykkur að setja yfir 0,5 mörki fyrir Önnur mínúta, Sam Gallagher. Segðu þér farið. Hvað er í gangi með því hjá mig? Akkur hlustuðu ekki á mig? Ég vildi hlusta á þig og hann sagði bara... Í staðin fyrir að setja þessi allir búinn, þá væri þessi leikur dottinn á seðlunum. Og Mike sagði, takk fyrir eitthvað 1 mark. Bara 1 mark í fyrir áleik. Það getur alltaf komið. Þetta er alltaf erfitt, strókar. Stók skorar ekki fyrir. Við vona bara... Það er þurrkað þennast eða lút og Ég byggðist afsökunar fyrir alla sem eru að horfa á þessari þvælu sem að ferstundum fram hérna. Og ég eldi þetta. Já. Skallagrimur vinna Stokkseri á Stokkseri í dag. Viljum við ekki fara að sjá Skallagrim allaveg í annari Lalla upp. Lalli verður að komast upp. Skallagrimur í 50 deild er bara skandall með þessa aðstöðu sem við erum með. Þetta er frábær seðl, 3,8. Skallagrimur. Ég ætla að treysta þessum strákum þetta. Þessi stráka þekkja þess að Kemi, ekki tala meira. Það er ennþá Liverpool 0-0. Gjörsamlega klúrar. Þetta var útrætt. Engin hotspinna komin. En þarftu ekki að fara að gefa eitthvað ammó hjá mig? Jú, heldum að fara að gefa ammó. Það er rétt hjá þér. Og það er... Já, maður er bara hálf slegin. Maður er slegin. Já, það verður að segjast þessu er. Bruno, hvað stendur? Herru, setjum hádegisleikin á það. Setjum sér. Allir leikir sem byrja. Ó, gaman. Allir hinn Strákar, hvað stendur? Hver er þetta hana? Flottu hjá mig, eðilega leikin í annar seg. Hvað er Bruno? Það er ekki hægt að lesa. Bruno Banana. Að gefa honum. Já. Bruno Mike var ekki, það er spurt að það var ekki Mike í núma í 5. deildinni Prime, nei, ég var í 3. deildinni og 2 deildum ofar og ég var í undanúrslitum móti Leikin í Reykjavík og og það var bara 3. deild, þannig að getur rétt ímyndað eitthvað styrkleikamunin, sko. Það er náttúrulega fór að störa frá að fá víta. Og ég sé ekki Leikin í Reykjavík, Víking Ólasvík og Gróttu vera þarna í 5. deildinni í dag, sko. Þeir voru þarna. Nei, 3. deild með mér. En voru nýbúin að vera í úrvalsdeild. Þú varst ekki að mæta liðin sem heita Þorlákur og Smári. Nei. Og það er nú komið fram á það. Ég mætti á Vestri var þarna. Ég mætti á æfingar hjá Núma, sko. Við vorum með frábært lið. Það var hann spilandi þjálfari, Mike. Og svo var ekki Hannes Halldórs aðeins hann líka. Já, hann var sendur heim. Já, Mike lét Hannes var það. En fyrsti opinber leikur Núma
þá vorum við í þriðjudeild, fyrsti leikurinn sem þetta var 2003 fengu Fjölni í bikarnum á útivelli, Fjölnir sem síðar vann sem sagt aðra deildina þetta sumar þeir fóru með leikinn í Egilshöll þeir voru hræddir við kallinn og í 20. þetta 1-2 númi fórum áfram í bikarnum fyrst óberleikurinn þannig að þar var tóninn gefin hann ekki verið líka því við þessa 5. deild í dag en þið unnið einhver leiki sumarstrákar hafa vel gert hjá okkur Já, hvað heitir að liðið ykkar? Þorlákur Þorlákur Ákveð heitir að Þorlákur, hver skýrði það Þorlákur? Eftir einhverju gæja eða? Já, sorglegt Fallega gert Heru, þessi skoraði í gær Hákon Haralds með mark í gær Sáu þið skorið 2 uppbóttíma Paris En Giro maður hann ótrúlegur, skoraði fyrstu hann ótrúlegur og lagði upp í gær Myndirðu að taka þín tóttina núna? Nei En hann ótrúlegur. Já, jú, jafnvel. Hver að fara að spila frammi á tóttunum? Segð mér þá. Marmúsin. Sko, já, náttúrulega. Marmús. Þegar það kemur. En í kvöld, þá held ég að verði Solange. Markins Hákons. Sjá þetta. Kemur Hákon á mark. Markins Hákons. Getur séð það? Giro, eða ekki að leggja. Geðveikt stúrt. Hammer time. Já. Ég var einmitt, er víti er Leopold að fá víti? Það er ekki, hann er ekki sleppa öllum brotum Fengu gefið svíti síðasta leik fórum ekki annað gefis Já, ég er sammála því, menn voru alveg brjálað þegar ég sagði þetta Ég veist að helviti soft Í síðasta leik? Öll ammó á að senda á Epic Instagram Það þurfti að vera texti bara sem kemur þannig niður eitthvað maður vinni því Hvað? Mike, Öddi Blö á betri feril en þú í fótbolta Nei Var það leikinn með létti þá? Nei Hann á betri feril en í útvarpi, það er hárrétt Já, það er alveg klart Nei, við slum vera faglegir í tjattinu Já, ég er ekki með eitthvað frábæra feril en allt í lægi með hvað maður var blöytur eins og maður segir sko en ég á betri feril en Öddi Blö Hann á ekki mark á stjórnum eins og Mike á Hann á bara ekki mörg En Öddi var ágætur Hann var ágætur hraður Það er ekki að hringja því miður Á mörg í öllum deildum nema efstu Það strákar eitt Hákon að fara í prem með það náum við honum fyrir 1. seft ykkur Hákon Haralds? Nei, ekki sens Sko staðan er bara þannig með Hákon Haralds að hann er í Lill og menn gleyma að Lill er í meistaradildinni Alveg klubur Já, og þú veist hann gæti farið á morgun í Bournemouth eða Brentford eða Brighton eða Everton og þessi lið hann gæti farið á morgun og hann myndi pottet fara í liðið hjá þessu liðum En til að fara í og Tottenham náttúrulega komið í þennan hóp líka sko. En til að fara í stærri klúbana þá þarf hann sem að til dæmis Liverpool þá þarf hann 10-10 í vetur mörg assist hann gerði eitt í gær, geggja mark hann þarf það meðan er betra að vera í Lill að þeir eru í meistaradildinni Það er líka orðið geðvægt að vera bara hann í Lill og fárálega góð hann endar næstu 3 árum í einu stóru liðunum en það er að ná sísón sleppaði meðsli og ná sísóni hvað þessi byrjar að skrifa hvað ætla hann sé að skrifa Hákon var í geggjar í Bundesliga segir tjattið, ég er sammála því hann var í geggjar í öllum deildum og frábær leikmaður og vonandi bara stendur hann sér vel í bláu núna hann vill fara til Englands auðvitað bara styttist í landslið en nú er vonandi bara landslið okkar komið og náið saman það er bara að spila Búlgari og Ísland og eitthvað, þetta er rosa spennandi Azerbaijan og eitthvað Já, ég meina við þurfum bara, við erum bara í undan keppni Ef að kíkja þess á þetta sem við hendum inn í gang nú er leikinni í gangi og annað það var einhverju sæla sem voru með eitt sem er ónýtur eins og frækt er orðið Mækarinn fóru vel yfir það við þurfum ekki að ræða það meira eitthvað fleiri sæla sem er í gangi þessi fyrri hálfleiks hann er ónýtur En ég held að góða punktu var hans þjóðaratkvæðagreiðslu að ef fólk með sterkar samfæringu fyrir til dæmis nei bara lauma því með í alla seglana sem svona búster alltaf henda bara nei með og svo í kvöld kemur það bara ljós Nei, kemur ekki ljós á morgun Er það svoleiðis? Nei, er ekki miklu fljótar að telja þetta Fljótar að telja þetta Kemur ljós á morgun Við erum náttúrulega algjöru sauðir í öllu svona Þetta er við sem að það sé svoleiðis Ég held að þetta væri bara minna til klætt Það er fyrramálið Þetta er 100% Ég er 100% nema að það er breyst bara í dag Ég er 100% Þannig að ég bara fengið það staðfest en ég er ekki að telja þetta, ég var að telja þetta, ég og Nafli getur farið að tala, það var þetta klár 8 í kvöld sko. Og maður er líka einmitt að fullt að liði. Þetta er líka bara já og nei og bara loka klár 10 bara telja. Já, það er telja utan kjöra. Ég er svo sammála þessu kommentina, Hákon til Villa, ég held að Villa vera undir Emri. Það er ekki aðveikt, ég myndi dýrka. Ég vil bara fá hann í United.
United Það er passaði nú meðan á United Hann og Bruno eitthvað að leika sér Easily, Bruno út, Hákon inn Ná bara saman Sjáðu Corner Fyrsta hotni, Nottingham Forest það var Annars það segir döður Þú ert að eyða meiri tími í þetta En býtu, ertu vissum að þetta er fyrsta? Var þetta fyrsta? Er þið vissum að þetta er Take fyrsta? the first corner, Liverpool Já, ég veit, eru vissum að þetta sé fyrsta hóðni? Já, Ég þarf nú nýttir þessum sko þú ert að standa yfir að þeim Ég var ekkert það Þetta er bara þvæla að vera að setja þetta Nei, þetta er ekki Betsy Þetta var líka bara En Betsy, ég þarf að fara að virkja Betsy Það var ringi Betsy, hvort hún svari Hvað varstu með á Derby Swansea? Það er Swansea komnir yfir skora, held ég. Þú varst með eitthvað fyrirháleik stæmið þar Já, það var fínt að kíkja á það Það er dautt, hvað sem er Já, það er dött, já það er því miður stók Það er viti Það má ekki rífa í mannin Það er ekkert á þetta Já, nefnum dómar, hann dæmir ekki neitt Hann er að fá orðið í eira Nei, glemdu þessu röglim maður Nákvæmur Forrest betri nafli fyrstu 10 mínútur Já, þeir eru það kraftur í Það þeim er alltaf fokast Og hann skrifar Hvað var hann með í Derby Swansea? Derby mark í fyrirháleik og Swansea búin að skora Já, eins og það geti ekki eins og Derby geti þá ekki skorað Nei, við erum náttúrulega að býja eftir að Liverpool skori Það er nú bara þannig Hjammin þarf að Já, talaði fyrir sjálfaði þar Nei, við tala bara fyrir Hjamman Ef að sjá Hjamman aðeins Fyrst að Hjammi og Sindri gerði Hjamman í dag Það verður gaman að sjá hvernig hann stendur eða hvernig hann er, bara svona minna ná Við erum bara treyst á Liverpool sigur Hjammin hjóli þó Já, það er bara Liverpool sigur Okkur er Hjammin hjóli, það er eitthvað nýtt Já, bara þú veist, snúi hjólum Já, svo hækki með hjólun Fór í 80% Ok Já, Tottenham bæðileg skora Chelsea Brighton Ég held að eiginlega bara, þú veist, því miður eins og leikurinn byrjar hjá Liverpool, þá er Liverpool leikurinn að verða það byrjar ekki vel Nei, þetta var svipað í síðsleik svo vinna sig inn í leikin Fá þeir ekki víti ef þetta lítur ítl út úr Liverpool, Mike Það er svona 99% Ekki þekkt stef Það er þekkt stef Það er alltaf sama stefið Já Hvað segir? Sindri, hver á að vera arftaki Alisson? Góð punktur Já, mjög góð spurning Það er allavega ekki þessi Mamardashvili Keller Þó að ég dyrki Keller er aftur heim Hann hefur ekkert getað Land og þjóð Nei, það er mitt Ég held að vera ekki Keller heldur Ég held að þurfum eitthvað stóran prófíl í þetta Pop Una Simón frábæmarmaður Ég man ekki aldurinn honum Kannski skiptar ekki öllu máli Ég meina Van de Sar var hund gamall þegar mætti United Það er alveg góða punktur Það skiptir eitthvað vonan hvort þetta er bara góður eða ekki Mér finnst hann aðeins farið niður 97 model Mér finnst hann aðeins farið niður brekkuna hérna Alisson En Alisson er það góðu markmaður Hann er enda frábær Já Hann tekur þetta En hinn hefur ekki heitlað Þarna Georgíumaðurinn Mamardashvili Nei, það er oft hannig Ég passa mér nú ekki að segja nafn hans Mamardashvili Mamardashvili Ég hef náttúrulega verið Segðu það 10 sinnum hjá mig Mamardashvili Ég hef náttúrulega verið duglegur að heimsækja Georgíu Hafið þið komið til Georgíu? Nei, ég fer bara til Master Benidorm Á Boston Já, Boston, ég fer til þess að 3 ástæði En við sér að það munur að koma okkur á skjöldum Við erum að opna Júsú í Georgíu Í höfuborginu Já, núna í haust Júsú hamburgerstaðan er að opna í Georgíu landinu Hvernig kemur það til? Það er bara okkar besti starfsmaður undanfarin 5-6 ár hann er frá Georgíu og hann er frá að opna staði í Georgíu núna í oktober-nóvember Haukur Kokkur, Haukur Júsú er nú stattur í Tbilisi hvernig segir maður þetta? Tbilisi, höfuborginni Hvernig segir þetta mig? Tbilisi, já og núna í haust opnum við stað svo opnum við mögulega 2-3 viðbót í Georgíu svo bara tökum við yfir Georgíu? Nei, bara Austur-Evrópu og bara mögulega tökum við bara Rússland og Kazakstan og Úkraínu Þannig þú eru komin að fund með Putin eftir 2 ár og opna hamburgerstaði En það voruð ekki að segja það getur allt gerst Það var ekki að segja það getur allt gerst Það getur allt gerst Það er þetta hefði búin að síða þannig Nottingham Forest var fyrsta hotn Og Stók skorar Gaman líka er svona sögur þú veist, svona smá sögustund að ég tók naflan náttúrulega til Kaupmannahafnar í janúar Það var ekkert að því að hann náttúrulega er þetta bara Benidorm Manchester og Boston Sýnunum aðeins eitthvað Svo fekk hann sjá bara nýtt hann bara svo lítið lamp hann er aldrei séð svo Ég fekk að velja einu sinni veitingastæðin og það var að fara á Hard Rock Og það var Hard Rock í Köpen Já Þetta er gauð sem kann hann kann þetta, ég maður sá það og því muni náttúrulega söguna með það þegar að, þú veist, hann náttúrulega var alltaf hann svaf þegar ég var vakandi og þetta skilur Herðu, þessi er rosaleg þetta er húfa sem ég fekk á baseballleik núna í Miami við fórum þangað og þetta er Marlins
Þú keyptir hann á Miami vellinum? Marlins, ég keypti hann á vellinum og þetta er USA 250 þetta er sem 250 ára afmæli Bandaríkjanna og þetta er einn bara besta dyrfa sem ég keypti en það kostar líka alveg það var allt mjög dýrt ég fór að keypti 5 bjór handa strákanum ég býðum upp á bjór og á baseballleik í Miami og á HM og líka bara ballpark verðið í Bandaríkjunum á baseballleikum mjög hátt mjög hátt og ég segi, kaupi bjór handa $30 kannski, $40 kostar $100 5 bjór $20 bjór þetta er rosalegt ég sem sagt sigurganga Mike í Miami í Bettonum, hún byrjaði það hérna í höllinni thanks to naflan já, það var rosalega hann kom bara með eitthvað alvöru bilder á eitthvað hafnaboltaleik sko. það er enginn á Íslandi sem geta gert þetta nema hann og það bara datt, ég vissi ekki hvort þetta var að dettið ekki ég gati ekki komið inn í reglunar en svo síndist þetta samt vera nokkuð klárt veitu hvað sér það er Leopold, þeir eru bara steinsóðandi í þessu leik Leopold getur ekki neitt steinsóðandi ég fara að ágjörða þannig að ég það var helviti gott bett þar hjá þér Nafli, þú ert snillingur þar í þessum sportum menn að hjammi á Champions-deildina eða hefur átt og svo klikkaði núna fyrstu mínútu það getur gerst fyrir alla er það? já, en strákar, þetta er náttúrulega búið að vera algjör veisla að vera með ykkur hérna við erum að höra Dogsson ég og Naflin og ég hugsa að Mike er að vera nú leggja sér nú bara ég er að fara bara í vinnuna fæ mér að borða fyrst og fæ kannski á hamburgarstæðina Sindra og fæ mér hamburgara er ekki óbyrði 10 í 10 já og Sindri, þú ert framöndan hjá þér ég er nú bara að hitta hann Danna Ólafs sem kóngurinn nefnir ofta nafn hérna við ætlum að horfa á Leopold-leikinn og svo ætlum við að fara á Hosiló og okkur að borða nú, þetta er alveg þessi menn og hver heldur að sé að ringi hann? er Danni? nei, Villi Vill það er kóngurinn hvað er í gang? maður er með alvöru frægum mönnum hérna næ, ekki að svara þessu Villi látum býða og Nafli það er Dogsson og svo Mosso, þú verður þar í beinni já, ég ætla að vera í Mosso, kíkja í túninu heima það er alls konar í gangi þar við erum með sko hauga eitthvað dóttir, við erum með prigg kapp prigg kapp hestaprikkin það er keft í sko, þá ertu með hestin hérna á priggi og keft í einhverju hlaupi þar Þú að fara að keppa í því? Nei, ég ætla bara að fylgjast með ég var ekki að skrá mig, ég er í vinnu Þú var þetta geðveikur knappi sko Það er mikið talað ég var góð jockey Það var geðveikur jockey Það var að keppa á að skrika Nei, ég tók ekki þátt og ég get ekki gefið tónda mig en þetta eru kostilegi fuglar Ég hef bara alvarlega ágjur á þessi Leopold Söga Glasner, sáu kátur með þetta maður En Nottingham Forest er bara miklu betri þessar fyrstu 18 mínútur miklu betri Þetta er bara döð að veri Liverpool er alveg lost Þeir eru bara alveg lost Sjá hvað setur, er það ekki Það er frábært, skora núna Úrvarnir 1-1 Nei, förum ekki yfir 0,5 mörgir fyrir áleik Getur aðeins sé hvernig staðan hjá Leicester Ég var eitthvað með það á heilónum í ger Leicester myndi vinna sinnleik Það er agaleg byrjun höfum Þeir eru neldri fyrir neðan, þeir eru League One Agalegir, kalla grein Þannig að bara fínt að svona áður við förum Já, með það hvað heilónum myndi vinna Hvað er staðan? Já, 0-0, ok Milton Keynes, það er ekki gefið að taka punta þar Nei Miklu betri Já, Leicester er liggur á þeim Herru, strákar, geggjað Lífi heilir, hjá mig næsta laugardag, ekkert ves Frábært, takk fyrir Takk